Já, velkomin í Frís og já, það engin Kristján Einar en ég hérna, ég kann á bíl líka. Það engin Plóter, það engin Króli en já, ég með Jón og ég með Bjarka. Já, góða kvöldi. Góða kvöldið. Spennandi. Já, fyrsta spurning. Hefurðu verið í útvarpi? Ég hef ekki verið í útvarpi, nei, ekki eins og þessi gestur eða neitt, sko. Ok, við reynum að íta Plóterinum einhvern veginn svona, Já, ég er sem sagt, nóða þig. ég seti í hans sæti í kvöld, sem sagt. Jón, Já. getur rappað? Ég get reynt það. Ég get rétt svo keyrt, þú veist, ég get ekki driftað, Kristján hraðar en ég, þannig að erum við þá budget crewið eða? Þú veist, þegar þú setur það svona upp, þá hlýtur það eiginlega bara að vera, eða ekki? Eiginlega, já. Síðan En samt á kemur sama það að tíma, leikjunum. þú veist, já, ok, reyndar, góða punktur. Við erum með CS sérfræðinginn. Já, Við Valorant sérfræðinginn. Já, ég er CS-sérfræðingur Íslands, búinn að gera þetta í mörg ár. Þú ert allt múlíkt mann, þú spilað allt. Já. Og já, Bjarki, þú ert náttúrulega... Þetta er reyndar mjög góðu punktur hjá Jón. Sko, þú veist, ok, Kristján hennar hefur kastað úrvalsdeildinni í Counter-Strike og þú líka. Ég hef gert það lengur. Já, þú hefur gert það lengur. Egill hefur ekki kastað neinni úrvalsdeild. Ég hef kastað Valorant úrvalsdeildinni. Já. Og Króli hefur ekki kastað neinni úrvalsdeild og Jón Ingi hefur kastað bæði Valorant og Rocket League úrvalsdeildinni. Þeir eru budget crewið. Í rauninni. Það hlýtur að vera ástæða fyrir að þeir eru sendir út í kvöld og við erum komin inn, sko. Já, náttúrulega, sko, einn er í Róm. Já, við skulum gefa Agli það. Hann er í Róm. Króli, þú veist, hundurinn hans borðaði heimanámið og þess vegna er hann ekki hérna. Já, eitthvað skólavesen, sko. Já, eitthvað skólavesen. Já, þú veist, Kristján er bara vant við látinn. Já. Festist í umferð. Ekki segja það bara. Eða hefur viljað taka bara Króla át og bara henda sér, þú veist, vera allt í einhverjum lúllunda eða eitthvað. Það er eitthvað svona, eitthvað flott fílingur á honum held ég bara. Það er eitthvað afsláttar með þær einhvers staðar hérna undir borðið. En já, í kvöld þá er allavega FH á móti FFA en við ætlum að kíkja á bracketið fyrst eða kíkja á stigatöfluna og sjá hvernig það fór svona til að byrja með. Já, Tækniskólinn, þeir eru ríkjandi meistarar og að sjálfsögðu toppa eins og svo oft áðurstrákar. Það er bara oft þannig. Það er reyndar, það er FFA sem eru ríkjandi meistarar sem eru að fara að koma í kvöld. Þá Tækniskólinn, það er töpuð þarna rétt svo fyrir FSU í fyrra. Það var uppsettið í fyrra, sko. Nammi namm. Já, það er mitt máli, sko. Þú veist, og Tækniskólinn er þú veist, þeir eru satt efstir í undakeppninni. Já. Þannig að klálega aftur, ætla að mæta með látum bara aftur. Og við sjáum að FFA, ríkjandameistarar, mér finnst eiginlega áhugaverðara að þeir séu allt í henni í 5. sæti undankeppninni í þetta, sko. Já, vissulega. Eitt sem er samt mjög skemmtilegt. Sko, ég rýndi rosalega mikið í CS-ið. Þegar ég er náttúrulega CS-gaurinn, sko. Og ég sá að FFA eru ógeðslega góðir í CS. Þannig ég var svona, ok, það er skemmtilegt kvöld. Já, það er, þú veist, og ég veit að FFA eru líka rosalega góðir í Rocket League, undankeppnina í Rocket League. Þannig að ég held að þetta vera alveg veisla, sko. Reyndar, þú veist, ég hef spilað alla þessa leiki. Þú veist, ég er ábyggilega vestur í Rocket League. Örugglega af öllum hérna inn í þessu blessaða setti. Þannig að, þú veist, en ég mun njóta mín, þetta er fótbolti. Já. Þetta er bara, ég elskar Rocket League, sko. Ég spila ekki Rocket League, ég horf ekki Rocket League, en ég elskar Rocket League. Þetta er bara hinn fullkomna rafíþrótt. Hún er það. Þú veist, það er það, sko. Það er bara insane skill ceiling og bara algjörlega unique. Bara í þessu ræðurna heimi, þetta er bara, I love it, sko. Þetta er svona uppáhalds ræðuþróttaðinn mín til að horfa á allavega. En hver af þessum þrem er uppáhalds þín að spila? Það væri Valorant. Ok. Ég fíla Valorant líka, sko. Já. 2 á deginum, það er bara þannig. Kíkjum á bracketinn. Tækniskólinn lagði FB af velli núna 7. mars. Síðan fáum við FH og FFA núna í kvöld. Og síðan heldur þetta bara áfram. Já. 7. apríl, þá eru úrslitin. Þetta er mjög áhugavert. Hvernig haldið þetta að fara í kvöld? Bara svona heilt yfir. Sko, FH eru með fleiri stík í undankeppninni. Já. Það verður að segja það. En FFA eru ríkjandameistarar. Já. Þannig að ég held þetta sé bara anybody's game, sko. Ég meina, þú veist, sáuðu útsendingunni í seinustu viku? Eða þið sáuðu ekki útsendingunni í seinustu viku? Mæli ég með að tjekka á hennu og það var næstu því litla uppsettið þar, sko. Já, en það var samt ekki gleyma
FH eru fyrir ofan en langflest stigin eru bara frá Rocket League. Þeir skoruðu svo rosalega fyrsta sæti í Rocket League, sko. Þetta er best of 3. Já, þú veist. einmitt. Getur ekki verið rosalega góður í bara einu leik, sko. Já, nákvæmlega. Það er nefnilega nákvæmlega þannig og já, það vill svo skemmtilega til. Ég hugsaði aldrei svona mentalið, svona, þú veist, mjög mikið, þú veist, ég var í útsendingu í gær þar sem að var rústað fyrsta leiknum og síðan liðið sem rústaði fyrsta leiknum, þá tapaði næstu tveim, tapaði seríunni og eru ekki með í áttaraðsöldurum. Það er spurning hvort það sama gerist hérna í kvöld. Já, það er bara, þú veist, reverse sweepin eiga sér alveg stað, sko. Það er stórhættuleg. Já, ekkert smá, sko. Stórhættuleg. Lægast að manni, sko. En já, það er í rauninni bara, við getum bara kíkt á fyrsta leikinn. Já, ég held að við getum svona farið að detti í hann, en það er satt skemmtilegt að benda á að við erum með fyrir áhorundur. Þau geta líka, látið þess að heyra hvað þau held að muni vinna þessa viðureign. Það er ef þið skrifið í chati á Twitch, #FH eða #FHV, þá förum við bráðum að fá að sjá hvernig afstæðan hjá áhorundarleikur. Það var alveg mjög áhugavert að sjá það að runni dettiminileikin. Þeir eru svona high tech. Já, þetta er lánað úr Rocket League, sko. Það er mikil Rocket League svona reynsla að setja hérna einmitt núna, sko. Það segja það, já. Ok, ég fíla. Eigum við samt ekki bara að kíkja á keppindirnar í fyrsta leiknum, Rocket League? Jú, við getum gert það. Það er bara frábær hugmynda með að við erum að sjá þessi stíkt eða atkvæðagreiðslan detta inn. Hann að fá þetta. FH Step. Er það ekki bara Step? Jú, það er stórt nafn. Stab? Það er Step og það er stórt nafn í Rocket League sinni og bara einn af bestu playerum á landinu. Það er þannig? Já, þannig þetta er leikmaður sem maður vill vera að fylgjast mikið með. PS Aron Örn 22. Já, Aron Örn 22. Klassist. Darth Vaderinn, þetta er uppáhalds. Já. Þetta er enda alveg svolítið cool, sko. Þú veist, já, það er svo einfalt er samt svo flókið. Það er samt svo gott, sko. Já. Þú veist. Hárlaugur. Allt í stóru. Það er nafn. Hvað er bestan ekki hana? Ég er einfaldleikin uppmálaður í nikkum, sko. Þú veist, ég fíla svona hluti eins og Step og PES, sko. Það er bara, ég er það leiðilegur, sko. Darth Vaderinn á mig. Já. 100%. Darth Vaderinn. Ég er mikill PES-maður. Herri, ég var að lesa um eitthvað par í Bandaríkjunum eða eitthvað klikkapar sem að eignaðist alla PES-kalla í öllum heiminum á einhverjum 8 til 10 árum. Í alvörunni? Bara alla. Alla? Já. Það hlýtur að vera gífurlegt. Það er vel gert. Það er bara skemmtilegt svona innsett, skilur ég er alltaf á DFF maður. Já, maður, þú veist, ég er samt alveg mitt séð, ok, fyrirgefið, við slum ekki sætrakka of mikið, það er FFA líka hérna, sko. Já, það er FFA, það er Valmund, Flickski, Kitty Blood, Björnsson og Brim Peeper. Brim Peeper, já. Brim Peeper. Það er bótið mitt. Ég er reynda að fíla það stundu líka þegar Nick eru snúa svona stöðum við og bara, þú veist, það er óþólandi en samt skemmtilegt. Já, og svona aðeins svona lætur hausinn hugsa, aðeins svo mikið. Bara, ég er reynda til að spila tölvuleiki, ekki til að, þú veist, hugsa mikið, sko. What am I reading? Já, nákvæmlega. Twitch-chatið, einhver er allavega búin að kjósa og það er 67% FH megin. Er það eitthvað að koma ykkur óvart eða? Já og nei. FFA eru ríkjandi meistarar, sko. Er fólk að hóra fram hjá því? Samt ekki í Rocket League. Þá er FH langaustir. Já. Tapa einum leik á móti Snæfellingum, held ég. Minni rétt. Já, ég held að það passi. Á meðan FFA er í 7. sæti. 4 sigrar, 8 töp. Svona, ekki þeirra leikur kannski bara. Nei. Kom kannski aftur inn á mental game sem þú talar um, sko, ef það er bara að rúlla upp hérna fyrsta leik þá er kannski bara erfitt að fara í leiknum 2 og 3 eins og það segir, sko. Gæti verið einnig á hliðalínunni eru FFA leikmenn í Valnótt og CS2 vantilega að horfa og fylgjast með hvað þeir þurfa áorka til að sigra þessa seríu. Já, einmitt. Þannig að já, þetta verður bara mjög áhugavert. Ég hlakka bara til þegar við dettum inn í leik. Já. Erum við ekki bara svona nokkurn veginn reddi í það? Ég væri bara til í að hoppa inn strax og kíkja á Brum. Já, einmitt.
Ég laka til að sjá boltan, ég gerir væntanlega ráð fyrir því, þú veist, boltinn hefur alltaf verið andlitin í settinu sko á boltanum. Það? Við ekki komnir á boltan núna. Það lítur að vera að við séum komnir á boltan sko. Ég Er trúi ég einhverju. aflitaður þar eða? Það væri þetta geggjað, það væri bara einhvern veginn, já við vorum með ljósmyndarselti þetta daginn og náði mynda eitthvað boltan. Það var eitthvað skrítið, hann Já. var að kíkja inn íbúður, að kíkja minn og þetta var mjög óþægilegt en þú veist, já, eitt sem er geggjað sko, eitt sem er langar sjúklega mikið að fá frá ykkur í það, hver er flottasti bíllinn? Úff, ég veit það eru- rosa lítið um Rocket League, ég get ekki eins og sagt hvað bílar eru til sko. Það er ógeðislega flott skinn í þessum leik og já, Ég sá í seinustu viku að Tæknum var að spila með með Lightning McQueen skinn Já. sko. Heyrðu, það er eitt bara Kitty stopp. Blood bara á staðinu. Er það disconnectaður eða? hann er á geggjöðum bíl sko. Ok, hvítu felgurnar á þessum eru geggjaðar. Það er mjög cool sko. Ég er ennþá, ég er bara, þú veist, Er hann ennþá, stopp á því að það sé bara eitt sem er í alvörinni AFK þetta sko. ég held að þetta sé eitthvað plan hér. Já það, ég byrði hérna, það er komin einhver hreyfing vettalega, hann er ekki hérna lengur. Herru, ok, geggjað. Hann var bara í markinu. Já, þú menna það. Herru, game on. Dedication. Þetta er enda alveg cool skill líka sko. Já. Það er margir svona litur út um allt eitthvað. Þetta er svona cyberpunk-ish einhvern veginn. En hvað með að tala, hvað með Jón láti í sér aðeins í heyra hérna, fyrst að hann er svo eini hérna sem spila Rocket League ykkur viti. Hvað er flottasta skinni? Hvað er flottasta skinnið? Já, Var ekki til Batmobile? Það er Batmobile, jú. Ég sjálfur kefti mér glænýjan BMF í Rocket League. nau. Já, samt bara á Rocket League því miður. En Ég væri til í að vera að hvíta Audi. já, það er örgulega hægt að græða það. Nammi. Hendi sér á formúlubíl. Herðu. Jó, PS, FA, komin 1-0 yfir. Það er Fyrsta þinn markið maður. frá PS. Það er minnaður. Þetta var líka bara, var þetta ekki vel uppsetna hjá þeim? Jú, góð sending þannig frá Stef. Ok, klikkað að kemur hákarl upp sko. Já, Þetta er svo geggjaður leikur sko. Þú Það veist. myndi planta bombunni í Való eða CS2 og það myndi bara koma hákarl og eitthvað. Það var ekki þú þarft að heyra að það er svona bílljóð, bara vélinn, það er bara köttur, mjólma. Nei! Óeðlilega pirrandi. Wow, ég þarf að fara inn að leika aftur. Oh my god sko. Ég held að ég hafi lesið einhvers staðar hérna í einhverju spjalli milli frískeppanda að það var meira þess að einn keppandi sem að þurfti sko var bara, já hérna, herðu, það er verið að láta ykkur vita að það var víst einn sem að Já, lendi í ykkur tæknilegum örðuleikum, þannig að við Kitty þurfum Blood. að hoppa út. Opposí. AFK. AFK. AFK, Já, það er ekki nógu gott. En Nei. viti hvað stendur fyrir það? Away from keyboard. Nice. Já. Samt, Ég held í, sko, nú byrjaði ég að spila töluleiki svona þú veist, aldarmótin sem að er bilað. Ég held alltaf að þetta væri bara þangað til fyrir svona 5 árum. Já, þetta er ekki kompjúter því að kompjúteri skrifa með C. Ég er klár. Þú veist, Mér finnst þetta samt sko, þú veist, mér finnst alveg, ég er í rauninni að bíða eftir að það komi bara einhver kynslóð sem að notar þessar skammstafanir án þess að í rauninni vita hvað það þýðir sko. já. Það er Já. bara, þú veist, þess að AFK, BRB og allt þetta skilur, það er bara ekki hugmyndu hvað það stendur fyrir, Já. ég veit alveg hvað það þýðir sko, þú veist. Já, ég meina, ég kíkti í pásu í vinnunni og ég sagði við manni bara, herru, ég er afki smá. bara, Skilja þetta allir, skilja. já, En í Rocket League er ekki flesti sem að spila með fjastringum samt, er það? Því ég persónulega á Fleiri. ekki fjastringu, sko. held ég. Já. Væri það þá ekki AFC? Controller. Já. Góða punktur, Góða punktur. mjög góða punktur. Spilið þið, þú hefur spilað Rocket League. Ég hef einu sinni spilað Rocket League hérna í Arena, Já. og hérna, Þá með fjastringu það. ég var þá með fjastringu, já, og ég var líka að spila á PlayStation 12. Já. Ég var ekki PlayStation 12 sjálfur, nýja fjastringu heima, þannig Nei. að hérna, ég er mitt bara í þeim pakka sko. Spilað þú á fjastringu? Já. Ég á ekki fjastringu og ég spilaði, sko, þegar við vorum að spila eitthvað svona funsies, eitthvað Rocket League, seint kvöld, eftir eitthvað CS-session eða eitthvað, þá kíktu við í það og við vorum með einn gaur sem var með controller og restin af okkur var á keyboard mouse og hann var alltaf langt bestur. Þannig að hann kíkla alltaf í mig svona, ætli það sé ástæðan fyrir hann sem er góður. Nei, það er ekki ástæðan. Nei, hann er bara betri, já, betri en ég. Já, það er klassist sko. Já. Það er einmitt, þú veist, þetta er náttúrulega líka, þetta er svona ekta líka dæmi með skinnin sko, þú veist, það er líka auðvitað að
að býta í sig að maður sé betri en maður er með skinn sko. Já, Er það ekki ekta svona dæmi? síðan allir að tala hvaða bílar eru besti líka. Já, það er náttúrulega reyndar eitt. Þú veist, þeir eru með mismandi Það er starta. munur á Er þeim. það ekki? Já, Jú. Ha? Já. Stærri bílar, þeir eru með stærra hitbox. Þetta er shocking. Ég frétti þetta daginn sko. Þetta er bara... Bara, þetta var eins og ég var með AK í CS2 og bara já, hann er með stærri kúlur. Meira damage í gegn. Já. Herru, ég held að við getum síðan að fara þetta aftur inn í leik. Já, við erum bara tilbúin Já, að við fara aftur í erum- leikinn. við erum Hann tilbúin. virðist vera komin aftur inn og já, það er bara frábært. Þá getum við haldið áfram að sjá FA og FFA hitja kappi og það er vantilega eitt. Herru, nei þannig er Kristján Einar á boltanum. Við vorum ekki settir inn. Hvað var þessi myndataka fyrir það? Já, það er segðu. Þetta var eitthvað skrítið líka. Hann kom Já, seint kvöld. Kynnti sig eiginlega rosa lítið og þetta var rosa skrítið. Allt voru að sess við þetta. Já. Herru, ok. Og kílum við þetta. Ég sé að það er engin á Lightning McQueen bílum núna. næ, því miður. Nei. Neðalegt en alltaf leið. Stepi Nú við, þetta er Þú veist, það er alveg náttúrulega bara, það er bara rosalegt. Hvað, þú veist, ég spila hann leik bara með öll 4 hjól á, þú veist, grassinu, sko. Þetta er rosalegt hvað það geta flogið, sko. Já, ég keiri þarna eins og ég sé að fara til Akureyrar sko. Ég er ekkert bara upp á vegginu sinni sko. Já, ég kem stundum upp í loftið en ekki allir þessir ringir þarna uppi. Hvað er í Heyrðu. gangi? Slipstream með fyrsta markið. Slipstream 300, eða var það 3000? Já, 300. Af hverju ekki 3000? Já, mér finnst það er meira töff sko. Já, Já. Svo Andre 3000. Einmitt, þú veist, og þú veist, það er náttúrulega, ligg ekki allir vegir aftur tilbaka til einmitt þarna, þú veist, over 9000, þú veist, memesins, þarna, Dragon Ball, Já. þú veist, þannig að, þú veist, var ekki alltaf, það hét alltaf eitthvað 1000, sko. Það var ekki neitt sem hét 100 eitthvað. Já, mér finnst ekki nógu mikill metnaður í nikkina. Það er bara, hér með skilaður formlegri kvörtur frá okkur þrem, bara, hérna, já, Jón, við drófum þig bara inn í þetta. já, Herru, já, síðan er þetta að sprengja einhvern, það gerist bara ef maður er Supersonic, eða ekki? jú. Já. Það er svo, Við döðum Supersonic, já. já, það er, Þegar maður, Fara rosa hratt. já, Já. rosa. svona smá layman's term pakki hérna, já, það er hérna, þetta er svo Þetta geggjað leik. er náttúrulega ekki í lagi, vinur. Þú veist, það kemur Næsti ekki bara upp kominn. í loftu og fylgir eftir, sko, þetta er alveg sjúkt, sko. Ég held þetta, þú veist, er þetta ekki fyrst og fremst FH sem er í loftinu, eða? Jú, megninu til allavega. Þetta er Þetta er flott skinn, það er rétt hjá þér. Já, þetta eru hvítu felgun að gera. Já, já. Það lætur bleika skinni svona poppa. Svona poppa. Heyrðu, ok, það séu þetta. Mér, þú veist, erum við ekki bara miklu meira búin að vera FFA megin á vellinum? Jú. Jú, þetta er tvímælalaust, sko. Er þetta þetta best of 3 leikur inn í þessum leik? Já, sem sagt, já, í rauninni innan hérna Rocket League þá er þetta best of 3. Þannig að hérna fyrsta lið... ertu ekki grínast, hann er að vinna á Æsland. Wow, þetta, Þetta er flugmaður. þú veist, og það sem mér finnst líka bara svo hella er þegar að það kemur eitthvað svona skota á markið og það er actually náða að verja það, sko. Þú veist, það er bara magnað. Heyrðu Jón, núna Já. þurfum við að fara að heyra meira í þér. Það er bara ég og Tommi erum bara að tala um hversu mikið hversu lítið við þekkjum hann leik, sko. Step kom með góða sendingu hérna á PS og ég ætla að sjá hann gera eitthvað svakalegt í rá. Þarna hreyfðist hann ekki, hann bara var á einum stað í loftinu, sko. Nei, hann fekk reset á double jumpinu því hann var svo flatur undir boltanum. Kallast flip reset. Já, ok. Þannig maður fær reset ef maður er á jörðinni. En ef maður er alveg þvert undir boltanum þá getur maður fengið reset aftur. Þannig getur sumir bara flogið endalaust með boltan. Þetta var Svakalegt. geggjað, maður. Þetta var ógeðslega flott, já. Eðlilega góðir gaurar, sko. Já, það sem ég er að segja, bara, það er svo ótrúlega gaman við Rocket League, bara hvað er hella skillsýningum, sko. Ok. Sjá þetta, ég ætla að reyna að fylgjast betur með því bara hvoru megin á vellinu við erum, sko. Já. Þetta er, vá, allir upp í loftinu frá FH. Þú veist, er ekki hérna oft einhvern veginn bara eitt skilin eftir í vörn, en mér sýnist FH ekkert vera eitthvað Þetta er mikið að gera það, rosalega sko. tiki-taka, sko. Þetta Ég er... held að þetta sé alltaf bara snýst bara skipta stöðu. ok. Þeir sem eru með boost, þeir eru meira í sókninni. Þeir sem eru minna eru yfirleitt í vörninni.
Vill maður alltaf vera með boost, eða? Já. Þetta... Vá! Þetta er rosalegt. En ég samt, hann á að heita samt Slipstream því það. Já, 3000 sko, það er bara... Hann bara engan afslátt frá mér. Geggja mark, en bara nafnið ekki í lagi sko. Já, Nikki ekki í lagi sko. Laga þetta. En núna verðum við að fara að sjá eitthvað frá FFA sko. Já. En þú veist, er það ekki stundum maður bara semi-outclassed sko? Já, þú veist, þetta er bara eins og Aston Villa á móti Barcelona í den sko. Já, samt. Samt alltaf möguleiki fyrir FFA. Já, ég meina Aston Villa er góður í sko. Já. Step. Ætlar hann að fara upp í lofti eða ætlar hann að senda... Ég langar að sjá Step aftur upp í loftinu. Satt 3-0 og 1 mínúti eftir, er þetta ekki frekar dauðadæmt sko? Jú, Þessi leikur. Þetta er það sko, þetta er... Já, en það er hægt að snúa sig við, það er þetta reverse-svípa. Og við megum ekki heldur gleyma, þetta er best of 3 í Rocket League sérstaklega. Já. Þannig að það er alltaf annar leikur eftir. Ég væri til að sjá eitt svona late mark frá FFA núna og... Já, svona get the head in the game fyrir næsta leik sko. Já, algjörlega. Sjáum fett. Ég flögum með náttúrulega Danmörkur daginn sko. Þarna voru FFA nú nálægt markinu hjá FA sko. Step samt alveg tilbúið með markversluna. Alltaf kemur hann. Já, ég koma bara fljúandi þarna, bara saman hvert boltinn fer, það er bara... Man líður eins og FA séu með fleiri en 3 bíla á vellinum sko. Já, 3 á vellinum, 3 í loftinu. Já, það er alltaf einhver í loftinu hjá þeim sko. Já, það reynar ekki íta boltanum bara í jörðinu núna. Og game is over. Nei. Ætla að klára á einu öðru. Já, sjá FFA. Já, þetta var vel varist þarna. Já. Gen það búið. Þetta er þetta merkilegt sko. Eru FFA í alveg... Nei. Já, eitt mark alveg undir lokin frá FFA. Geggjað. Það er... Þið voru akkurat að byggja eitt lokum markina. Ég held að FFA geti svona farið með aðeins meira confidence inn í næsta leik þá. Við fyrir náttúrulega bara beint í næsta leik, þannig að þetta er bara, það er engin pása eða neitt svoleiðis. Þetta er smá gallega að þetta var samt sjálfsmarka en... Já, en samt sko. Það fylgir samt. Já. Og ég tók ekkert eftir því sko. Já, sko, ég veit það lítið að ég svona, ég segi eitthvað, já, gæti verið rámt hjá mig samt. Var ekki alveg viss? Ég bara, þú veist, ég fylgja svo lítið með. Ég sá ekkert nema bara boltan fara í markið hjá FA og ég hugsaði bara með mér að FFA hefði gert góða hluti svona undir lokin sko. Já, bara með stundur á augunum. Þetta var rosalegt sko. Náðu að verja nógu vel til að FA þurfti bara að skora sjálfsmark til að ná þessu lokamarki. Ok. Sjá, round number 2. Spurning hvort það ná að byggja á þessu loka sjálfsmarki. Já, þetta er samt, þú veist, ok, fyrstu 10 sekundum þessu leik eru bara, þú veist. Nei, ok. Spurning Hazard. Já, þetta er... Step. Sprengi markvörðin. Sprengi markvörðin og uff. Sjáum replayða þessu. Já, fer... Tekur þetta yfir hann. Oh my god! Þetta er ekkert eðlilega vel gert hjá Step. Vá, maður á ekki séns í þetta sko. Það ætlaði að sagt að ég vill ekki spila á móti þessu FA-liði. Nei, ég bara hlýs ekki. Vá maður, ég skil bara ótrúlega vel af hverju FA völdu Rocket League sem fyrsta leik. Já. Ég verður bara að segja það. Já, þetta er bara, þú veist... Ég var einhvern veginn ekki einu sinni bara tilbúinn fyrir þetta mark sko, þú veist. Þetta er náttúrulega bara... Fyrir þegar hann flýgur, hann fyrir loftið, þá er hann komin í fullt af hringjum. Ríkir að það fer bara beint áfram með þakkið. Já, það? Já. Þetta er svakalegt. Hann flygs nær allavega vestlunni. Þetta er satt óþægilega mikið í kringum marki hjá FFA. Þetta er mjög hættuleg staða. Þeir eru svona alltaf að bjarga fyrir horn. Já. Þetta er alltaf mjög mikið stress í manni þegar boltinn er svona lengi bara beint fyrir utan markið.
þarna finnst mér eins og Slipstream sé allt í einu bara að fá allt pláss í heiminum. Þeim fór bara milli tekja FFA leikmanna og bara hvað ekki að gera það sem hún sýndist. Já, þetta er náttúrulega svona, þessi 3 leikmenn frá FH inn á vellinum eru bara allir mun betri. Já, lítur alveg út fyrir það. Sko. Já. Kannski ástæðan akkur FH voru fyrstir í þessi. Já. En þá er það þá ekki shoutout á Snæfellingana að hafa tekið unni FH í Rocket League? Tókuðu Rocket League frá FH? Já. Eini leikurinn sem þið droppið. Já, eini leikur sem þið droppið á Snæfellingar. Já, það er Snæfellingar voru nefnilega bara með lið í Rocket League, þannig gátt ekki haldið áfram í úrslitakeppnina. Voru ekki með CS og Valorant lið. Hefðu ekki getað að steppa inn bara? Aðeins strákar skráningarreglur heldur en það, held ég, skilst mér í frís, en en þú veist, já, mér finnst þetta bara geggja þessi skólar sem eru samt, þú veist, vilja taka þátt, þótt að í rauninni vita að við komast ekki áfram í úrslitakeppnina, taka samt þátt og einmitt standa sér svona vel, eða vinna sigur liðið, sko. 100%. Og bara, líka bara gaman að taka þátt. Já, algjörlega. Það var náttúrulega líka breyting á undankeppninni í ár. Þannig að í staðinn fyrir að skólanum var skipt í 2 hópa af 6 liðum hvort, eða svona cirka bát, þá var bara 1 stór riðill bara með öllum skólunum. Já. Þannig að hver skóli var að spila við einhverja 10 aðra skóla eða eitthvað. Það var svona, já, svona skemmtileg tilbreyting svona til að svona kynnist fólk kannski aðeins meira og svona sko. Já. Þú veist. Geggjubreyting og já. Góð breyting, mjög góð. Já, enginn séð svona einum kvörtunum að einhver var settur í erfiðari hóp. Já, nákvæmlega. Ég var bara nokkuð þokkalega sáttur með þá breytingu mitt og held að skólanir hafi verið að líka. FFA eru bara alltaf í vörn. Já. Þetta er bara park bus. Þú veist, staðan er 4-0 og það er, þú veist, 5-0. Ég held að þetta sé bara svolítið rippaði leikur, sko. Já, þetta er farið að líta út fyrir það. Hálfleikur komið inn. Hver er flottasti bíllinn? Þið eru ekki búin að svara. Herri, já, ok. BMW minn. Þú ert ekki inn á. Og hann er ekki svona Flottastur á þessum velli. Það verður að sjá alltaf betur. PSM er góðan. Já, hann er ágætur, en ég held að þessi sem við sáum núna þegar þið voru að fara í kick-offið, hann einhvern veginn svona glitraði einhvern veginn, hann var mjög kúl, sko. Step var einn af betri leikmönnunum. Já. Þetta er ekki flott bíll. Nei. Þetta er bara ekki flott bíll. Það er það sem góðu leikmenninni kunna ekki. Já. Þeir eru ekki góðu með tísku. En kannski er þetta eitthvað mega rare skin, skilur við? Gæti alveg verið. Þú veist, stundum er einhver geðveitt rare skin ekkert endilega flott, sko. Já. Þessi með hvítufölgunum er samt alveg... Hann er flottur, sko, þú veist. Já. En ég er ekki vissum að mér finnst það flottastur, sko. Þessi default bíllinn, sko, ég er ekki alveg nóg yfir á, sko. Lokki bíllinn. Þessi er svona lúmskur. Já. Þessin er lúmskur, sko. Þú veist, erum við ekki líka bara að sjá svo rosalega mikið, núna þegar við erum svona, ok, 100% raunverulega að fara að pæla í þessu, þá sjáum við svo mikið FH-bílunum út þegar þeir eru alltaf með boltan, sko. Þessi er cool. Kitty er góðan. Þessi er cool. Ég held að Kitty vinnur. Já, ég held það. Þannig er með svona einhverja svona geometric graphic sem að hreyfist og eitthvað. Já. Mjög cool dæmi, sko. Já, hann bæti við hvítu felgunum sem að Flix er með. Það væri sjúkt, sko. Já, sjá þetta, hvernig þetta hreyfist. Jú, þetta er flottaskinni. Já. Staðfest. Ég skal bakka það upp með þess Já. Ég ætla að velja Flix til að hafa smá svona... Já, til þess að sem ekki allir að velja það sama. Já. Því ég ætla að velja sem var með default-bílinu þarna. Býtu, ok, þá er það fakt. FH á engan af flott stílunum. Já, pælið í því. FFA unnu það. Já. Þannig að þótt þeir lappi kannski burt ekki með sigurinn í Rocket League þá geta allavega verið með búið höfuð hátt í skinnvali. Já, það er mjög flottari. Já, þetta er samt. Þeir töpuð með stæl. PS fær samt mjög honorable mention með bílinn sinn. Já, hann er reyndar alveg cool, sko. Breyta hann smá til, þá er hann fullkominn. Já. En þú veist, en já, staðan 6-0 maður. Já, það er ekki líklegt eða ekki mögulegt 32 sekundur. Já, það þyrfti eitthvað ansi skrítið að gerast til þess að þeir myndu skora 6 mörk á 30 sekundum, sko. 3 leikmenn FH á AFC. Já, AFC, nákvæmlega. Það er enginn að þeim að spila á keyboard, ég sé það bara. Nei. Einmitt. Opposí 7-0.
Það þýðir að það er 10-1 í viðregni eða ekki? Ég man Jú, ekki hvað fyrir leikur 10-1. var hann 3-0? Já, 3-1. 3-1, já, Sjálfsmark. já. Fítu felgurnar, þetta er svona eitthvað, það er eitthvað hreyfing á þeim líka, sko. Er það? Já, þá definitely að bæta þeim við hinn bílinn, sko. Já, fá hreyfingu á allan bílinn. Já, það verður geðveikt. Þessi er líka geggjaður. Síðan Bara klassíski. Síðan er boostið með mismunandi svona, ok. Jæja, GG. Já, FH sigurvegarinn, samfarrandi sigur af þeim. 10-1 í svona heildarviðrunni, er þetta ekki bara svona nokkurn veginn það sem við vorum samt að búast við í Rocket League? Jú, það ekki, Jón. Þetta er leikurinn hjá FH. Þetta er langt besti leikurinn þeirra. Já. Á meðan FFA svona með verri leikinum Já. hjá þeim. Þannig við vorum nokkurn veginn að búast við því. Já, það er samt, þú veist, uppsetting getur alltaf gerst og það Já. er alveg ótrúlega gaman þegar það gerast. En stundum er bara svolítið skrifa í stein hvernig hlutinir eru, sko. Er ekki dálítið erfitt að uppsetta í leik eins og Rocket League samt? Jú. Þú veist, það er náttúrulega ekki neitt svona vídeó og eitthvað sem þú getur kannski krækt fólk í, sko. Þú veist, eins og í CS þá er náttúrulega bara bæði vídeóið og þú gæti reynt að vera með einhver alveg klikku, þú veist, utility usage og eitthvað svona. Líka í Valo? Já, og í Valorant ertu með vídeóið og agent selectið sem náttúrulega bara shufflar utilityinn alveg rosalega, sko. Já. En einmitt í Rocket League, þetta er bara, þú veist, þetta er bara völlur og bolti, þú veist, hvað getur þú gert? Líka Flóið lengur eða eitthvað? Já, þrátt fyrir að maður fær mark á sig. Það er ekki eins og andstæðingarnir fá pening eða einhver steg fyrir það. Já. Þeir geta bara komið aftur og gert sitt besta og náðu þessu tilbaka. Já. Hvernig ætlum við að reyta þetta? 1 upp í 5 eða 1 upp í 10? Bara þessa viðureign. Já, bara Ok. framistöðuna. 1 upp í 5 og það er reytað á næstu því, hvað á Kristján Einar margar klippingar eftir eiginlega? 5 eða? Já, ég veit ekki. Já, 5-6 kannski, svoleiðis. Ég er alltaf með hár, skilur við. Já. Ég má segja þetta. Hversu margar klippingar á Kristján Einar eftir? 1 upp í 5? Ég veit ekki, mér er Kristján Einar flottur, er ekki 5 eða? Já, 5. Já. 100%. Þannig að þessi leikur var 5. Já, þetta var alveg skemmtilegu leikur, þú veist, svona, á sinn hátt, sko, þú veist. En við orðum að öðruvísi þá hef ég, þú veist, séð leiki sem eru svolítið one-sided sem eru hundleiðilegir og þetta var ekki one-sided leikur sem er hundleiðilegur. Það var mjög skemmtilegt að sjá þegar FFA náði loksins að krekja boltann 100%. þessi skipti, sko. Þú veist, þannig að, já, 5. Já, þetta hélt athyglinni manns allavega sem að margir one-sided leikir gera ekki, þannig þarf bara að vera sammála að berka. Já, 100%. Ég ætla ekki að taka þátt í þessu því að ég er búinn að taka Kristján alveg að lífi en þarna, já, næst er bara Valorant en já, fyrst nokkrar auglýsingar. Örvar Ekkertsson með skotið! Jóhannes og hann með skot! Þetta vinna völdin á vinstri fóti. Tanja með skot í nærumni og þessi hendur í netinu! Ég var bara með stjörnu í augunum yfir þessu landi. Við bara ákveðum að stökkva af stað. Þetta er minn uppáhaldsstaður á jörðinni. Ef þú ert ennþá með það stimplað inn í þig þegar langar frekar að skora mark heldur en að halda hreinu, þá erst þú ekki að fara að spila fyrir mig, sko. Balkan Mafia. Meðan þú ert, ef að segja, í aukavinnu, þá myndir að þið inn í Súðavík, ekki? Já, Ég var að taka 90 í gæðir. kalla þetta stundum í gríni Instagram áhrifin. Það vilja allir verið í tóstandi og með sixpackin á myndunum. Það er enginn að peppa mig.
And no fighting with the referee. Hljótum maður að fá nærmynda á þetta. Besta kaffið. Við getum kannski sagt að við sem að reyna að leita einu bústi viðbót. Hljómar kannski svolítið sjálfselskulega, en þá snerist bara allt mig og hvernig ég performa. Here lies a kind and generous soul. Someone who is loyal, trusting, and faithful. No wonder they're no longer with us. Welcome to the game. It's a bit extreme, isn't it? Play it nice. You could end up 6 feet under. Play it dirty. I'll be looking at you after this. Wow. And you might come out on top. You're a traitor. 22 people play the ultimate game of treachery for a life-changing cash prize. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármáli sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já, já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjumst með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Það er líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eruð að halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið og meðan þú hérst áfram elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón. Góðan daginn, fávitar, og velkomin í Fjölbrautaskólann í Ármúla. Hvað ætlum við að sýna fólkinu í dag? Gamers. Já, góðan daginn, blessaðan. Góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Katrín Edda. Hér erum við með... Aron. Við erum með í viðtal hérna. Með Jóhanni. Aron, þú ert að spila... Rocket League. Yes, Rocket League. Og hvað spilar þú? Ég spila Valorant. Myndir þú spila Rocket League in real life? Ég myndi alveg að gera það, sko. Það er alveg hljóma skemmtilega. Hvernig ertu að meina í Valorant? Sko, ég meina Chamber. Ég er með pínu svona challenge fyrir því. Við ætlum að skora á að teikna meinið þinn í Valorant. Þú fær fullt af litum. Já. Og þetta verður örugglega mjög flott. Já. Þú getur svo mögulega að selja þetta, sko. Er eitthvað annað lið sem þú heldur með annað en FH? Nei, alls ekki. Þetta er svona, hversu mikið af fötum getur þú farið í? Velkomin í Fató. Þetta er ekki til hér á Íslandi. Swag. Þetta er svona kind of fit. Hæ aftur, við erum hérna komin í viðtal við... Birni. Alín. Hvaða leik spilar þú? Ég spila CSGO. CSGO eða CS2 eins og sumið þekkja það. So, what games do you play? Valorant and Counter-Strike. I do play more games, but I don't want to be more specific. Hvað er dýrsta skinn sem þú átt? Það er Bayonet Astronic. Svona rauður hnífur, minnum mér. Who's your main? I do feel more comfortable with Viper. Is it okay if you draw one of them? Sure. Yeah. Vá. Sjáum við þessa fallegu list sem að rafíþróttakeppendurnir hafa gert hérna í FH? Þetta er gullfallegt. Þetta er klárlega
besta liðið og besta listin. Jæja, velkomin aftur. Hvað tökum við úr þessu? Rocket League, ekki það góðir að teikna, en þessi stelpa á Viper, wow, þetta var litla teikningin. Þetta var reynda geðvikt. Líka bara skemmtilegt svona segment. Að láta þau teikna. Þetta var mjög skemmtilegt. Jón, þú varst mjög hrifin af... Mér langaði í hnífin, já. Já, mjög hrifin. Hvað kaupum við á svona hnífa mikið? Bayonet Autotonic, Minimal Wear, þetta eru örugglega svona $800–900, eitthvað slags. Getur maður ekki keypt hellinga minniskinnum bara fyrir þann pening? Þú getur ekki að stæða. Þú getur keypt það sem þú vilt fyrir hennan pening, sko. Ég sætti mig við Safari með P250. Já, ekki ég, en það er mál. Já, ok, ef við ættum að gefa þessu innslagi einkunn. Þið gáðu innslögunum einkunn senast. Ég myndi gefa því 3,5 hálfsköllótta Kristján Einar. Já. Ok. Ég er sammála, ég ætla að taka Kristján Einar út úr þessar setningu bara, en ég er sammála, ég held að ég myndi henda, mér finnst það mjög skemmtilegt umslag. Ég held að ég myndi henda 3,5 á það. Ég er mikið fyrir að námynda og ætla að henda þessu í 4. 4? Já, ok. Ég held bara, ég held að við aldrei verið gefin herri einhver en 3,5 í þessu þætt í frís, sko. Ok, 3,4. Námynda niður í 3,4. Ok. Námynda niður í 3,4? Það er svo siðlaust. Ég á ekki orð, sko. Jæja. Við erum reyndar, ég hafði rámt fyrir mig, strákar, áðan. Ég veit að þið voru ógeðslega spenntir fyrir Valorant. Við erum Valorant menn, sko. En, við erum fyrir CS2. Það er CS. Já. Þú veist hvað það þýðir? Það er ég. Það er þú. Og það eru Nickranks. Ok. Fæ ég ranka? Það. Þú ert CS-sérfræðingur, er það ekki, Jón? Jú, já, þú alltaf. Þótt að ég að vera budget Egill, þá held ég að það meiki meira sens að þú reytir Nickin. Kom með þessi Nick upp á skjáinn núna. FA, á ekki byrja þar? Byrju, 1, 2, 3, 4, já, ok. Það er væntanlega varamenn annað líka. Já, varamenn líka, en ok, byrjum við FA. VP Björnin, þetta er allt í stóru. Samt stórt. Það er líka punktur þarna, sko. Já, punktur, sko. Þetta er ekki gott, sko. Ég gef þessu hálfbrósandi Egil Plóter svona 1,5. 1,5 hálfbrósandi Egil Plóter. Veistu, ég held þú sett bara on track til að vera á svipu leveli og Egil, sko, í þessu stegugjöf, já, ég fíla það. Nati. Ef þetta væri Snati, þá væri það betra. Þetta er 1 hálfbrósandi Egil Plóter. Lará. Ok, þetta rúllar. Ég geti kastað þessu, sko. Lará, ég ætla að gefa þessu 2,5 hálfbrósandi Egil Plóter. Ok, fíla. Það er náttúrulega líka niðurstreikur svona, sko. Já, algjörlega. Chat and Bombs. Það er svona get-right, einhvern veginn svona. Engi stórustafir. Engi stórustafir. Ég væri til að sjá líka eitthvað tákn í endan. Þú veist, eitthvað svona semikommu eða svona, þú veist, svona eitthvað svona kjaftaði. Það væri geggjað. Þú veist, má bæta 2,5 hálfbrósandi Egil Plóter. Artemis Snow, er þetta ekki að, þú veist, þarna kvóta Artemis Fowl, er það ekki eitthvað bókaserja? Jú, væntanlega. Jon Snow var í Game of Thrones. Hann hlýtur að vera aðdáanda báðu. Þetta eru 3 hálfbrósandi Egil Plóter. Já, bara referencearnir eru nógu góða fyrir þig. Það er búm, 3. Já. Ok. Hárlaugur. Ég fíla hár. Laugur er frábær. Það er rétt að satt. Já, þannig að þú veist, hann að kombæna 2 mjög skemmtilega hluti. Ég ætla að gefa 2,5 skælbrósandi Egil Plóter. Ok, ekki. Það er bara mjög rausnulegt með að þetta er allt í hástöfum og allt saman, sko. Já, þannig að það er bara, já. Kid Wrangler. Það vantar 2 alltaf við. Ég er ekki hrifinn af því. Þetta passar ekki. Kid Wrangler, þú veist, eins og Wrangler, þú veist, gallabusuna, sko. Já. Ég er í gallabusuna líka, þú veist, það vantar 2 alltaf við, þannig að ég ætla að gefa þessu 1,5.
0,5%. Ég er að spotta þema hérna í FFA, sko, þetta er allt bara stórstafir í byrjun og síðan bara leiðilegir lágstafir, sko, restin. Eiginlega svona, þú veist, óþægilega leiðilegt, sko. Step up your game, skyndibiti. Þú veist, ég elska skyndibita. Chest. Þú veist, hver elskar ekki skyndibita, sko? Já, ég tekið þátt í ófáum challengeum í því, en skyndibiti, bara einn og sér, þú veist, það þarf eitthvað svona, þetta þarf dress to impress. Þú veist, þarf ekki að vera með allavega, þú veist, það eru 3 þarna, þarf ekki að vera minnst okkur eitt sem er, þú veist, 1 eða eitthvað, skilur í staðinn, þú veist, eitthvað Ég held líka að maður bætu greini, hefur skyndibitin. Já. Ég held að það myndi bæta það smá. Strax betra, sko. Skyndibiti, ég ætla að gefa þessu 1,5, sko, hann er eiginlega, hann eilplótar í fílu, 1,5 fíluplótar. Ok. Burgerland, þetta er of nálægt, þetta er eiginlega Nick-stíl, sko, á skyndibitan. Þannig að Burgerland, þú ert í einum og hann er í fílu þessi eilplótar. Já. Það er bara hannig. Það er bara svoleiðis. Presturinn, þarna aftur, þú hefðir getað notað í prestur inn, þú ert komið greinin, við erum með 1. Já. P-ið, það geti verið 7 eða, þú veist, og þarna geti verið bara eitthvað allt annað. Já, það er helling hægt að leika sér í þessu Nikki, sko, en bara... 1,5 bara fílu eilplóter, sko. Hann er ekki í góðu skapi núna. Björnsson, ég hrifin af þessu ef það væri ekki Ö og það væri 0 í staðinn fyrir Ö-ið og aftur 0 á O-anu hjá Björnsson. Já, einmitt, já, bara þá eiginlega finnst mér að maður ætti líka bara að vera með litla B-ið í byrjun, sko. 100%. Já, 100%. Og líka stórt N í endan. Já. Þá erum við að tala bara 3-5 skælbrósandi, þarna 1,5 hálfbrósandi eilplóter. Svona er þetta. Huppvi. Það er gott, Nick. Ok, þarna erum við að tala saman endar, en hann er samt aftur að klikka á krúsjál hlut. Það er 1 í endan sem í endan sem það geti verið 1. Sko, það gæti líka verið strik og bandstrik og annarstrik til að vera háið. Já. Þá ert að leika þér, sko. Það er, ég held að það sé, þú veist, þetta sem úr stingu upp á núna, að gera háið svona, það er bara mest 2005 Counter-Strike Nick sem að ég bara... Já, ég veit það. Þú veist, já, það hefði örugglega verið fyrsta skipti sem við förum yfir 3,5 hjá ef að Egill Plóter hefði verið að ranka Nicky og það hefði verið þannig, sko. Hann væri skælbrósandi og hann væri hérna bara út í Róm. Já. Vá. En eins og þetta er, þá... Þetta er bara 1. Það er ekki flókið. Þú ert með frábært Nick en þú slátrar hann. Já. Það kannt ekki að skrifa. Þetta er eins og Egill myndi segja, þú ert að brjóta spagettið og láta hann í pottin. Já. Það er bara, veistu hvað, mér finnst það bara mjög sanngjarnt. Ekki? Jú, ég held að það hefði bara verið nokkuð spottan, sko. Hversu mikið CS hafið þið spilasagar? 1200 klukkutíma. Já, þú ert alveg að fylgjast með. Ég held að ég spila alla minn Counter-Strike áður en Steam fór að trakka hversu mikið maður spilaði. Okay. En ég hef örugglega spilað, að minnst okkur 2000 tíma af 1,6. Já, ok. 2000 tímar. Nice. Já, örugglega eitthvað svo leiðis. Já. Ég var eins og við pjessa Peter í klani og allt saman, sko. Já, Rhythm. Já, Hét hann Curtis þá? Hann hét Curtis þá, já. Hét Curtis þá. Curtis þá. Fyrir þá sem ekki vita, Peter, besti leikmaður á Íslandi, var með fyrirlið, það er bara hann. Já, bara hann er geðveikur leikmaður, sko. Það er bara rosalegt, sko. Þannig að, já, við erum bara nokkurt veginn tilbúinir að kíkja inn í leikistrákar, er það ekki? Ég held að við séum andlega tilbúinir, hann þarf bara að birtast á skjánum, sko. Við erum að fara í Anubis. Já, það er til dæmis nýtt mapp sem ég hef aldrei spilað. Nei, sama hér. Þú mátt bara taka mappið á þig. Ég spilaði nokkur í sinni. Þetta er eitt af uppáhaldsmöppunum mínum allavega og það er eiginlega út af því að það gerist í Egyptalandi. Það eru píramítar í bakgrunn. Ok, já. Það er cool touch, sko. Það er nice touch, sko. Ég var að skoða einhvern tímann í daginn svona mappsöguna á gömlu, þú veist, bara 1,6 D-möppunum og þá var, þú veist, D-airport eða D-airplane eða eitthvað, þú veist, og það var til dæmis mapp sem var búið til bara sérstaklega til að reyna að hafa bakgrunnin flottan hægtir. Heyrðu, þetta var flott. Nice pick og síðan bara beila, þá komur ég yfir til þetta. Það var ekki svolítið gefið. Jú, þetta var eiginlega aðeins og gefið, sko. Já. Þeir eru samt að komast þægilega inn á
loka á Faro. Skemmtilegt að staðanum mitt heiti Faro. Það vísar allt saman í egypsku goðafræðina og bara Egyptaland í rauninni. Við þurfum eiginlega að skýra einhverja nokkrar stöður eftir, Ankh og hvað heita, Ra og eitthvað. Ég var alveg til í að öskra upp í leik, hann í Ra! Eða eitthvað. Það væri alveg cool, ég meina það er svo skemmtilegt að pæla í því, ég meina þessi callouts, ég meina þau voru náttúrulega einu sinni bara búin til náttúrulega, gæðin sem byggu til möppin, byggu ekki til einhvern callouts í leiðinni, sko, þú veist. Alls ekki. Ég meina Long er bara búið til af einhverju gæðin sem bara, heyrðu, þessi partur mappin er langur, skilur. Já. Það er bara, Mikið af flottum hnífum í leiknum. Já, ætlað þú að vera á hnífavaktinni? Já, með ég sá þannig ekki alveg. Þessi stiletto sýndist mér. Sá einn M9 Tiger Tooth þaðan. Sýndist þarna Artemis Snow. Nei, ekki Artemis Snow. Mögulega presturinn vera með stiletto. Hann er sturlaður. Með Doppler karambit. En sjáu þess að hvað FFA eru bara, bara að spila róli og það er bara ekki að taka neina sensa, sko. Það reyna að finna long range fætana bara. Þetta er sterkasti leikurinn þeirra, eða ekki? Nei, þetta er ekki sterkasti. Það er Valorant. Ég held að það sé Valorant, já. Tralali, presturinn reyndar núna að ná í kíkja hérna. Þetta er þægilegt. Þessi er geggjaður. Stiletto hnífurinn, mjög underrated. Þetta er, ég held að það sé Doppler Phase 1. Minni það. Ég var alveg nördi. Já. Ég var alveg nördi. Þannig að þessi er líka svakalegur. Þessi er klassískur. Er hann ekki fjólublár? Nei. Jú. Nei. Nei, hann er blár. Hann er eitthvað Phase 1 eða 2. Ekki ennþá búin að sjá hnífinn sem að teikna þessa. Nei, Autotronic. Hann er ennþá einn, sko. Ég var einmitt að spá í þegar innslagi kom. Hver er þetta? Hver á að teikna? Er hann kannski bara varmaður? Aldrei að vita. Þetta er rosalega þægilega spilað hjá FFA samt, sko. Það sér alveg að þeir eru með stjórn í tísetninu sinu og þeir ráða algjörlega hvernig það fer. Akkurat núna. Skemmtilegt setup á það samt á B-inu hjá FH. Nei, miðjan opin, A er alveg opið. Það er rauninni bara að labba inn á. Það er þarna, 2 frögg tilbaka fyrir FH. Og chatbombs. Björgvin bara snæpa hérna með MP9. Já, ég minna, er þetta ekki svona semi-lítið kaup á CT-unum og þeir eru bara að slátra einhverjum AK-um inn í long range? Já, þetta er illa spilað hjá FFA. Já. Verða þau ekki hana. Það er einn eftir. Já, sko, samt á sama tíma þá er þetta örugglega FFA að hugsa, hei, þeir eru að fara með lélega byssur í long range fight, tökum það bara, nema síðan actually tap. Þannig að er þetta ekki svona solid concept en þú veist, bara illa útfært einhvern veginn. Hanglar næst samt einum tilbaka. Já, hann er aðeins að finna slipstreamið sitt. Já, flott sjátt til senstu leik, sko. Já. Hvað ætla Kid Langley að gera núna? 15 sekundur eftir? Já, hann þarf að ná í bombuna, en þú veist... Ætla hann bara að halda? Það er bara 2 eftir. Já. Ætla hann bara að spara, hefur ekki tíman í að komast að sæt. Já, en ég minna hann er búinn að standa þarna í 30 sekundur eða eitthvað, sko. Þú fær engan pening fyrir að spara sem AK. Nei, spara sem term. Þarna, Björnin, þarna var Autotronic, Bayonet. Já, það er Björnin sem við fengum að sjá. Já. VP Björnin. Já. Þetta er alveg cool, sko. Þetta er cool hnífur og hann er ekki af dýr og til dæmis Ruby hnífarnir sem eru alveg rauðir. Autotronic eru samt rosalega fallegir hnífar. Já. Alveg blóðrauður. Þetta er líka bara svona clean línur og svona. Já, þetta er mjög fallegt. Góður Autotronic er bara eitt af bestu. Er ekki gata á þessu smók eða? Eða var það kannski planið? Nei, það var ekki gata. Það var bara svona eins og... Það var mesti eins og að vera gata alveg. Úff, hann er komin í 13 bara. Það gæti verið strögg hjá FFA ef þeir reyni ekki að gera nýtt með það hérna. Það er ekki svolítið skyttið að af hverju fór hinn ekki hraðar með flossinu.
Já, þeir fengu killið, þannig að það skiptir ekki máli. Björn er alveg að sína sig með MP9. Já. Ég heldur ætti bara að forðast hann. Nati tekur prestin. FH eru alveg bara... Býtu. Nati skrifað með 4 í stæðan fyrir A. Það er betra. Við sáum það ekki á það. Nei, það var bara... Wow, skyndipiti. Hoppar niður, tekur út Björnin. Þetta var geggjað. Þetta var frakkvöldsins hingað til, sko. Já. Super Mario beint ofan á? Já. Núna eru FH ekki alveg vissir hvert þeir að fara. Þessi smókur... Þeir eru að giska rétt samt. Já. Enginn hérna. Það er einn í þristinum akkurat núna. Chat and bombs. Senda hann einan inn að planta, eða ekki? Já, náttúrulega smókurinn. Nú er hann ekki alveg eftir. Úff. Nati með 4 hérna. Já, einmitt. Það er 44, sko. Nati með 4 er að fara að vinna þetta. Ég sé það. Þessi smókur er ekki góður. Ó, nei. Næra að beita út skot samt, vita alveg af Nati og verður að beita hann inn og Björnsson klára þetta. Það var vel spilað þar áttur að smókurinn hefði geta verið betri. Sá nafnið hann aftur. N4, 2 stór D, lítið. Já. Já, var það 2 stór D frekar heldur en 2-4? Já, ok. Þetta er miklu betra Nick. Hvað ætlar að gefa þessu í einhvern? Þetta er bara 4 skælbrósandi plóterar, sko. Geggjað. Hann er bara nýbúið með 1 glas af rauðu og smá pasta og hann er komin í stuð, sko. Já, herri, það er bara rössið miðurinn hérna. Snirtilegt spray hjá Björnsson. Já, hún kom með skyndibita í backupi, þannig. Já, bara einn eftir, það er hárlaugurinn. Já. Hefði ekki máttur aðeins mér í flöss þarna meðan þið voru að reyna að koma hann út, sko. 100%. Notuðu grensunar en þarna ná bara Björnsson niður í 15 p. 1 flass hefði geta bjargað þessu róndi fyrir þá, eða allavega krækt í 2 ódýra byssur, en þetta ætti að vera alltaf 4-1 fyrir FFA. En var það bara, þú veist, var meira misjást, eða var sko, þú veist, Björnsson, hann tók sprayið og síðan var eins og hann sneri sér undan, ég er að pæla hvort hann hafi verið bara ándjóks að snúa sér undan hugsanlegu flassi, sko. Já. Þú veist, og síðan sneri, hann var einhvern veginn þegar hann tók upp pistóli, sko. Já, hann átti lítið af skotum eftir það. Já. Þurfti að koma sér tilbaka og reloada, held ég. Mér sýnist FFA vera að sigra hnífaleikinn samt, sko. Þeir eru með Já. kuta. Með spray og allt. Þetta er allt upp á 10,5 hann. Herru, komin vappinn. Tekur ekki skotið saman. Missir eitthvað á það. Bolla er í burtu, gott jútil til að íta Björnsson í burtu. Nei, Björninum í burtu. Herru, það er Björnsson vs. Björnin. Það er ruglandi, sko. Já. Ég væri til í að sjá valjú úr þessum vappa. Hann er núna tvisvar í rauninni búinn að einhvern veginn geiga skoti, eða þannig, þú veist, fyrsta skoti tók hann ekki og síðan núna hitt bara gegnum fyrir þetta. Presturinn feið með faðivorið og rústa Nati hana. Veita af Artemis Snjó líka. Þetta er vel. Börgaland, sko, núna þarf bara að taka ákvörðun. Hvert ætlum að fara og gera það bara saman. Já. Skiptir engu máli hvort sætið þú velur, þú ert bara að velja að fara saman. Og hérna kemur þetta frá A. Einn í vördinni, Rótiti er að koma. Þetta getur verið mjög... Vita ekki að hárleikurinn. Og þessi grensa er frábær. Hárleikurinn náði líka einum, sýnst mér. Jú, hárleikurinn náði einum. Var síðan tekinn út. Artemis Snjó í bak, en þeir eru... Nei, hann er ennþá þarna. Hann lifði af bara. Þetta var svona svolítið one and done hot sem hann var í, sko. Hann er ennþá þarna. Og þeir gera sér grein fyrir það gæti verið eitt komin í bak. Og hérna. Ákaflega vel spilað hjá FFA. Hárleikurinn með vappan hérna. Þeir eru örugglega hugsað að gæti verið eitt komin í bak og þeir eru sjálfur að senda einn í bak, sko. Já. Líka bíða eftir að flanki kemur frá hárleikinum. Frýtt frakt fyrir prestinn. Og, já. Þeir taki vappan? Nei. Nánum ekki. Jú. Presturinn tekur hann. Fing Ra langur. Eins og Ra. Herri, já. Þú veist, er sem sagt eina rándi sem FFA er búið að tapa er bara þegar þið fóru þarna niður í vatnið og töpuðu long range fightum á móti
þegar Björnin tók alla út. Það alveg frekar fyndið, sko. Herra, ok, það ekki færri. Af hverju ekki fleiri með hún? Flassið var ekkert, hann getur fengið flass frá vini sem betra, sko, en já, það bara svoleiðis. Það spurning, hvenær heldur það sé tími fyrir timeout á FH? Ef þetta round tapast stórt, timeout. Já. Veit af hann með það. Gott fragg. Þetta var yfir við að skjóta ekki líka þarna þegar hann sá elbóan fyrst, sko. Já. Núna aftur, FFA eru bara í dauða færi hérna. Þurfa í rauninni bara að labba saman og þá vinna þér randið. Björnin með MP9 ennþá. Það hættulegt. Spottaði báða leikmennina á B-inu, þannig að þeir geta bara hlaupið inn á A-ið akkurat núna. En þeir virðast vera bara að eitthvað rægir við það. Nú, hann kappaði bara strax með þér. Skil ekki alveg þessa hugsun. Ég skil hann ekki alveg hjá FFA. Já, vera að fara á þá. Já. Þarna kemur callið loksins, bara heyrðu, býttu af hverju erum við að keyra í þetta. Með hitt sæti bara alveg frýtt. Björnsson tekur síðan báða og klárar rándi. Mjög snirtilega gert hjá Björnsson. Björnsson búinn að vera mjög góða stjórn á sprayinu. Frá útleikinn. Hann að toppfragast. Já, einmitt, ég var einmitt að fara að horfa í áttina þér. 12 frögg. 12 frögg á honum, 10 á skyndibitarum. Já, þetta aðeins dræmari frögginn hann að FH megin. Já. Það 3 sem bara með 1 frögg. Björnin, okkar maður efstu þar með 4. Já, hann virðist vera erfiður. Kaupir líka svolítið út allt, þú veist. Chatsi bombs á riffli en restin á einhverju minna kaupi, sko. Þessi skát getur verið risastór. Já, Björnsson, hann bara besti leikmaður. Allt og vilt. Hann gleymdi nokkru orðum í faðurinn hana. Faður, þú sem ert kinnum. Björnsson, þú veist, það eins og að sé líka bara með mjög góðan leikskilning. Þú veist, hvar hér getur verið og svona, sko. Mjög góð skins. Ég held að það hjálpi yfirleitt mjög mikið. Já, betur var hann líka bara, hann ekki með neina linni eða? Nei, þetta byssan sem að skyndipittir sýndist mér hafa verið með líka. Með einn annar fremst. Býtu nú við. Þeir voru að klíra þetta. Hann gæti ná tímasningu hérna. Það enginn að fylgjast með honum akkurat núna. En fyrsta vangi kemur, reloadið, eitti of mörgum kúlum í þennan fyrsta og 7-1. FFA bara stíl upp á góðan Counter-Strike-leikna. Já. Ég vil fá að sjá timeoutið en að... Já, eða sko, þú veist, það þarf allavega að byrja að koordinata bæið eitthvað, sko. Já. Þú veist, það gengur ekki að sé alltaf bara einhverju örfað með byssur. Já, ok. Smala saman í einhverju, já. En þá einmitt, ef það ætlaðu að kaupa, þá hefði klálega átt að vera timeout, sko. Það má ekki vannmeta timeout, sko. Næ, aðeins að róa taugarnar, sko. Skyndibiti, ekki aldrei að máta fragg. Aldrei. Ég vita ef appi hinum með, sko. Bara smókaði miðuna. Þú ert aldrei að fara að jiggle-píka þetta angulum að vitir hvað hinn með. Já, þetta bara, FFA held ég líka bara alltaf að lesa FH meira og meira og bara svona svolítið að taka því sundur, sko. Meðan þú veist, presturinn tók held ég líka bara eitthvað 50 fight, sko, og bara tapa honum. Kitrangi. Herðu. Ætlu fyrir hárprúða laukinum. Þetta allt í einu orðið ránd, sko. Þetta allt í einu orðið ránd, 3-3 akkurat núna og þeir eru búin að pússa í vatnið fyrir utan aðeð, fá infóið þar. Bara þeir sem voru með leiknubissinu líka sem að dóið hana, en þarna hefði Nati tekin út. Það eru samt sko krúsjál leikmenn eftir á FFA til að klötsa þetta ránd. Og þarna aftur Björnsson með stórt fræk til að koma þennan á. Lifir líka í Yellow-pínu. Verður að ná þessu fræki. Verður að ná þessu fræki. Það var keirta eftir þessu fræki. Það var bara, herri, ef einhver deyr í þessu rándi það ert þú, sko. Skemmtilegt fræk, svo. 8-1.
Og CS bara upp í 13 núna, ekki satt? Jú, eins og Valorant. Já. Við breytum eftir á. Já, kannski eru Valorant bara betri. Heyrðu, vil ég heyra Passar þig. áhugavert fun fact? Hvað er það? Að FFA, já. Þau komust í, þau náttúrulega sigurvegarar, unnu í fyrra, ríkjandi meistarar. Já, ég ruglaðist þarna aðeins. FFA hefði tapað í, held ég alveg örugglega 8 eða 4 úrslitum í fyrra ef að CS hefði verið upp í 13 þá. Já, það er þannig? Já. Já. Og sí. Það var á móti, ég man ekki alveg á móti hverjum það var, hvort það hefði verið MS eða eitthvað, að liðið sem voru á móti komst upp í 13 undan og síðan náði FFA að klötsa sig upp í 16. Nice. Og unnu þá viðreik bara 2-1 sko. Þannig að þú veist, ef þau tapað síðast þá hefðu tapað henni 2-1. Já, þannig að FFA hefði bara hreinlega ekki komist í úrslit ef að CS hefði verið upp í 13 í fyrra. Áhugavert. Mjög. Vel gert hjá FFA, klöts. Og sko Björnsson, hann er búinn að elda á mig. Það er bara, maður sér líka bara confidence-ið, þú veist, núna ég að klýra sér hotn og eitthvað sko. Þú veist, hann er liggur við að prífa. Hann virðist vera bara maðurinn inn á þessu server. Með 2 frögg í þessu rándi, bæði mjög mikilvæg. Sittur á 14k. 18 frögg í held. Já, hann er... Í 10 rándum, hann er average 1,8 fragg per ránd. Það er alveg rosalegt sko. Það er bara sturlað sko. Mjög vel gert hjá honum. 9-1 hins vegar, FFA að mala gull hér. Þetta er CS-spilari, Karambit og eitthvað sko. Þetta er alvöru maður. Hann er hvort CS-spilari eða bara einhver... Bara aft, þú veist... Já, auðvitað, út af því að Nati er líka með vappa. Hann er eitthvað að pælja bara að fara í einhvern vappa-fight bara hérna. Þetta var fail molli en allt í góðu. Þarf hann ekki að fá eitthvað flass fyrir sig eða eitthvað? Hann getur ekki verið að dræpíka þetta hérna. Það veit að það er hinn. Góðu molli. Ítir Nati hérna með vappan. Helviti aftur. Björnin finnur... Var þetta Burgerland? Ætlar hann í alveg að kíkja aftur? Ég held að hann er búinn að fá infoði sko. Þarf ekki að kíkja aftur alveg strax sko. Björnsson lappar inn í smókin. Nati mögulega býst ekki við þessu. Heyrðu, þú veist að... ok. Þú veist að ef maður er nógu nálægt einhverjum þá er vappið bara eins og stór haglabörsa sko. Risastór. Það er ekki rátt. Chat and bombs. Við erum 37 eftir smá takk og grensu. Burgerland með Björnin. Björnin búinn að vera svona besti leikmæri þeirra hinga til. Krækti í þetta einu ránd sem að þeir eru komið núna. Heyrðu, þetta crosshair placement var bara reyndar alveg hellað sko. Chat and bombs. Veistum að það. Já. Tekinn þegar að henda jútilinn út. Heyrðu, með Laugur. Og Björnsson orðin lágur sko. Það er séns. Þess að Björnsson á 20 HP, sjáu þetta confidence sko. Bara hendi sér bara út og næra hann bara. Ekkert að flækja þetta. Erfitt að eiga við lið sem að eru með svona leikmenn. Já. Það er bara þannig. Já. Það er endar, þegar við komum yfir í Valorant þá skulle ég segja ykkur frá rosalegum leik sem ég átti daginn maður. Það var einmitt eitt svona confidence player sem var bara ekki hægt að díla við sko. Tala það að Björnsson er með fleiri frögg heldur en allt að fáliði samanlagt. Já, það er nefnilega þannig. Þeir eru búin að vera að rústa sínu rándum þegar þeir vinna. Það er endar alveg, það eru 11 ránd búin og 3 í FA búinir að falla 11 sinnum sko. Þetta... Ég hef ekki séð þetta í langa tíma. Mjög skemmtilegt þarna. Björnin komin í miðjuna þessunni, reyna að loka í þessa glöfur sem að FFA er að skilja eða komast í gegnum. Já, þetta var reyndar ótrúlega skemmtilegt play hjá FFA sko. Þetta er bara kaliberinn fyrir ofan. Þetta er það sem við sáum í Rocket League að FA voru með yfiröndina þar. Kaliberinn er bara aðeins ofar hjá FFA hérna í CS2. Myndi taka Björnsson út, þá væri þetta mögulega alvöru leikur. Já, tvímælalaust.
samt, þú veist, það er rispur á hinum leikmönnunum, sko. Ég meina skyndibit með 16, sko, 16 rauk. Já, og á presturinn Burgerland kringum 10. Það er bara Kit Wrangler þarna sem að bottomfragga henni, minna, þú veist, hann að vinna. Já. Það skiptir ekki máli. Já, náttúrulega ekki hægt að sjá skorbrotinn, kannski hann með öll hérna flössin eða eitthvað. Assistin eða eitthvað. Kit Wrangler? Nei. Nei. Ok, herri, ég tók upp hanska fyrir honum og... Já, já, ég hef átt að stoppa þetta áður, ég vissi þetta. Já. En það er rétt hjá þér, Kit Wrangler þarf kannski ekki að pæla svona mikið í þessu. Nei, alls ekki. Það er verið að vinna, hvort þið er. Það er ekki í þessum leik. Já. Ég hef spilað nokkra leiki þar sem að ekki hlutir hafa gengið upp og ef maður vinnur þá bara, ok. Herri, þetta er bara straight up rush, það er ekkert að flækja þetta. Rössa, ekkert ves. Ekkert ves, bara, þú voru ekki einhverju dúllur þarna og eitthvað, þannig að það er bara... Nú er þetta dúllur þessu. Já, Leysa líka þristinn og hefnið, en fyrir að lifa mjög lengi, Björnsson er að koma en að raid-bossinn. Já, það er bara raid-boss að þér. Nei, ég held ekki, það er bara raid-boss. Já, hleypur inn, tekur 2. Þetta er bara hreinsun, vá maður. Út frá því að komast inn á sæti með bombunum niður, þá nóður flawless retake. Það er ekki oft sem þú sér það, en það er gert hjá FFA. Gott kaup samt í bóðið hérna fyrir FH í þessu rondi. Kemur bombunum niður og fær tölvöna pening. Þið getur keypt hérna Galil og Armor og Það er svo óþægileg staða að vera bara eitthvað á matchpoint og bara, heyrðu, við þurfum að vinna hérna 12 round í röð, sko. Já, það gæti fara á P90, Jón. Það er alveg rétt hjá þér. Já, ég meina, Run Gun er ógeðislega sterkt. Það er vannmetið. Býttu nú við, þarna var ándásökun sem ég held að sé úr þessu collectioni sem að þetta var ber. Já, bara, jú, það er ekkert verið, það er engin hræðsla hérna. Skyndibiti. Skyndibiti og Björnsson. Heyrðu, autosökuninn. Þessi smókur er algjör óþarfi. Þetta er GG. Maður Björnin einn eftir. Eða hvað er, ég verið ógeðslega leiðilegur ef ég segi GG? Nei. Þetta er besti leikmaður er einn eftir hennar framgjana leik og Burgerland. Því miður, Brekksbóðalistinn og það er 13-1 og ef mér skjáttlast ekki þá fór fyrri viðreign þessara liða 13-3, þannig að þeir eru að bæta það. Þeir eru að túna sig upp fyrir úrslitakeppnina. Já, minna það, FFA séu bara búið að liggja í brökkum og eitthvað, já. Getur verið. Og endilega að halda titlinum. Já, FFA eru spennt. Með ekki vera að missa hann. Sko, eitt sem er mjög áhugavert við þarna frís er þú þarf bara að mastera 2 leiki. Já. Þannig sáum við það. Það er ekki að vera það góður Rocket League ef að allavega annara FPS-leikinu einu með svona decent og þeir eiga ennþá besta leikin sinni inni. Já, það er einmitt málið. FFA eru mjög sterk í Valorant. Já. En CS, náttúrulega uppáhaldsleikurinn minn. En hvernig fannst ykkur þessi leikur? Sko, ég myndi segja að þessi leikur hafi ekki verið alveg jafn entertaining og Rocket League leikurinn. Það var ég veit ekki, þessi var einhvern veginn meira one-sided. Sko. Það var mjög einhleiðaði leikur, en jú, var alveg... Það var skemmtilega gildi? Já, það var alveg skemmtilegt, sérstaklega rándi sem að FH unnu. Já, þú veist, já. Með snæperinn. Það var mörg skemmtilega kills. Það var mjög skemmtilegt þegar FH voru að gera góða hluti með þessum hlýlegri byssum. Og þú veist, en samt þetta var auðvitað bara, þú veist, maður sá hans í hratt, þetta var freka mikið brekka fyrir FH, sko. Veist, já, 14 round, kannski aðeins svo mikið, en ef þetta væri 5 roundaleikur, þá held ég að þetta hefði verið alveg áhugavert allan tíman. Já, algjörlega. Hvað myndir þú segja, 1 upp í 5? Ég held að ég þyrfti að gefa þessum leik svona 3, ég er að hugsa milli, já, 3 kannski, 3, jú. 3, Jón? 2 á góðum dag. 2, já, ok. Það er hart. Það er hart í ári núna, ok. Já, allavega, það er Rocket League og CS2 búið, en eftir er Valorant. Það er 1-1 í seríunni, en fyrst nokkur auglýsingar.
Örvar Eggertsson með skotið! Þetta Jóhannes og hann með skot! Þetta er vinna völdin á vinstri fóti. Tanja með skot í nærumni og þessi hendur í netinu. Ég alltaf var bara með stjörnu í augunum yfir þessu landi. Við bara ákveðum að stökkva af stað. Þetta er minn uppáhaldsstaður á jörðinni. Ef þú ert ennþá með það stimplað inn í þig þegar langar frekar að skora mark heldur en að halda hreinu, þá erst þú ekki að fara að spila fyrir mig, sko. Balkan Mafia. Meðan þú ert, ef að segja, í aukavinnu, þá myndir að þér inn í Súðavík, ekki? Ég var að taka 90 í gær. Kalla þetta stundum í gríni Instagram áhrifin. Það vilja allir verið í tóstandi og með sixpackinn á myndunum. Það er enginn að peppa mig. And no fighting with the referee. Hljótum maður að fá nærmynda á þetta. Besta kaffið. Við getum ekki sagt að við sem að reyna að leita einu bústi við þetta. Hljómar kannski svolítið sjálfselskulega, en þá snerist bara allt mig og hvernig ég performa. Here lies a kind and generous soul. Someone who is loyal, trusting, and faithful. No wonder they're no longer with us. Welcome to the game. It's a bit extreme, isn't it? Play it nice. You could end up 6 feet under. Play it dirty. I'll be looking at you after this. Wow. And you might come out on top. You're a traitor. 22 people play the ultimate game of treachery for a life-changing cash prize. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármáli sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já, já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjumst með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Það er líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eða halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið og meðan þú hérst áfram elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón. Takk upp. Ok. Góðan daginn, kvöldið, gott fólk. Ég heiti Gabriel Ómar Hermansson, betur þekkt sem forseti FFA og hér stend ég fyrir utan Fjölbrautaskóla Vesturlands. Við erum eflaust á Akranesi, en heitir skólinn á Akranesi, eða bara Akranesi. Það er ádeilumál. Ég mun segja ykkur svarið í lok myndbands, en byrjum á því að kíkja inn í skólann og spjalla við ykkur lið. Komið með. Já, góðan daginn, þú heitir? Nói. Þú ert í hvaða skóla? FFA. Af hverju? Það bara er á Akranesi og ég bý á Akranesi og bara... Já, en samt af hverju? Það er bara geggjaður skóli. Samt af hverju? Bara stutt að fara á svona. Ok. Hérna erum við með Friðjón Ingi Guðjónsson. Og hvað er in-game nicknameið? Það er Flixi. Og í hvað leik? Rocket League. Af hverju valdirðu FFA? Herri, ég valdi FFA og ég flutt hingað bara rétt áður en ég byrjaði Fjölbraut. Hvað er motto? Mottoið mitt er bara If you think of quitting, think about why you started. Amen.
Hérna erum við með Arnar Gaui. Í hvaða leik ert þú? CS2. Og hvað in-game nicknameið þitt? Björnsson. Cool. Af hverju valdirðu FFA? Það ég var heima á Skaganum og ég bara nefndi ekki að fara í bæinn. Ok, og ertu með einhverjar predictions fyrir leikina móti FH á miðvikudaginn? Við töpum. Ok, hvað motto lífsins? Galatísarbréf, 7. kafli, 9. vers. Ok, það alltaf góð, sko. Þú mátt alveg standa hérna. Þú, Anna, hvað heitir þú? Gunnar. Í hvaða skóla ertu? Ég í FFA. Af hverju? Út af ég var heima á Akranesi. Af hverju? Af hverju ég var heima á Akranesi? Út af foreldrar mér búa hérna og fjölskyldum mér bara. Af hverju ekki eitthvað staðar annars staðar? Þetta erfið spurning. Ég get ekki svarað en ég veit það ekki. Ok. Davíð, þú daðið viðtal. Viðtal? Nei, býta aðeins. Hvað heitirðu? Ég heiti Davíð Már. Af hverju? Ég er að þróa. Af hverju valdirðu FFA? Ég var heima hérna. Það búa bara fucking allir hérna. Fólk búa allir hérna. Það búa allir hérna. Greinlega. Hvernig heldur þú að leikurum muni fara á móti FH í frís núna næsta miðvikudag 13. mars? Easy win, sweep. Það er bara fucking hárrétt. Hérna er ég mættur með 2 drengi úr Valorant-liðinu. Þú heitir? Eysteinn. Og in-game nick er? Eysteinn. Töff. Þú heitir? Ágúst. Og þitt in-game nick er? Ágúst. Ég elska þau, kallar eru miklir brainiacs hérna. Eru þið með predictions fyrir leikinn á móti FH? Örugglega bara 13-11 eða eitthvað sko. Ok, góður. Hvað er þitt prediction fyrir leikinn? 13-1 í Valorant. 13-1, það er bara geggjað. Eru þið með eitthvað motto eða quote sem þið live by? Bara, one day or day one sko. Já. Takk fyrir þetta FFA. Við hlökkum til að sjá ykkur pakka FH saman og að lokum, nafn skólans er Þetta er karakter af manni. Já, þetta innslag náði mér alveg undir lokin þegar hann tísa okkur með nafni, sko. Já. Það er bara ongoing dæmi. Kristján þyrfti eiginlega að vera inn í kvöld til þess að fá þetta í andliti, sko. Já. Þetta nafni búið að rugla hann mest af öllum minna, sko. Ég tengi samt alveg hart við það sem allir voru. Þeir bara búa þarna. Já. Þú veist, ég fór í Borgó. Ég bara bjóðar. Ég bý grái. Þetta er bara stránkæðilegt. Já, þetta er bara heiðalegi út í gegn. En við sáum Björnsson. Já, við sáum Björnsson að það. Við sáum líka mannin sem að vann skinnkeppnin Rocket League, Flix. Já. Það var gaman að sjá hann. Það er nefnilega skemmtilegt að sjá keppindur, sko. Já, það er það. Já, það er og mér þótti þetta mjög skemmtilegt innslag. Ég held að ég myndi gefa þessu innslagi alveg 3,5. Ok, 3,5 króli með manbun. Króli, það væri nú eitthvað. Já. Það væri nú eitthvað, sko. Já. En hvað segir þið? Ég er aðeins að grilla í budgetkastinu okkar. Ég held svolítið króli með manbun væri alveg eitthvað, sko. En já, hvað segir þið? Ég segja 3 króla með möllet. Náttúrulega við sáum eitt með möllet þarna sem við erum að fara að sjá einmitt í Valorant núna eftir. Hann var að púla það, hrikalega. En ef við ekki bara kíkja á Valorant liðin? Jú, ég held að það væri alveg... Já. Kíkjum á Valorant liðin og sjáum svona nickinn og það eru kunnulega nöfn þarna. Það er eitt nick sem ég held að þú eftir að kunna meta þarna hjá FFA. CS2 is better, það er nákvæmlega það. Já, FH, það er Björnin, þetta er erfitt að lesa. Basko.
Basko. Já, sem Jóhann einhver KFC? kanji eða eitthvað. Hvað sagðirðu? Kanji, er það ekki það sem er það ekki hérna japanska stafrófið? Kanji? Ég veit það ekki. Ekki hugmynd. Ég held sé Basko og síðan einhver kanji karakter. Já, ég er ekki að horfa á Shogun, en Nei. ég gera það kannski fljótlega. Af hverju eru 2 sem heita KFC? Kannski elskaði bara KFC svona mikið. Er einhvað KFC þannig í nágranninu við FH? Góð spurning. Nei, þetta er hérna í árum. Það er í Skeifunni. Skeifunni. Já. Arguably besta KFC-ið á Íslandi. Er það? Reyndar, sko, ég veit ekki. Selfossin var satt sterkur, sko. Þegar maður er á leiðin út í bænum. En Mosó? Mosó er sumi kallaða pizzabæ. Já, ég veit ekki. Það var einhvern veginn alltaf, maður var á leiðin í útilegum að koma við á Selfossi, sko. Það var bara, þú veist. Já. Það var alveg sterkt, sko. Algjörlega. Erum við að ranka þessu nýtt? Nei, við bara rennum í gegnum. En samt Rá, var það ekki síðast leikmaður nema hann hétt hvað? Lara, hann eða hún hétt Lara eða eitthvað þar. Minnið það. Já, það var þarna stelpa sem gerði, hvað heiti karakterinn? Já, Viper. Teiknaði Viperinn, já. Er það hún? Ég veit ekki. Ég veit ekki heldur. En myndin var ótrúlega flott. Já, alveg huge props aftur á það mynd, sko. Ég sé hann Sam Björnin og við vorum að tala senasta leik með Bayonetin. Já, geti verið. Mér finnst það líklegt, hann talaði hann spilaði báða leiki eða ekki? Jú, ég held það. Já, allavega Störmi. Já, það verið að henda í danska þarna. Já, þetta er mínus. Þetta er mínus og Tó. Já. Og Logi KFC. Logi KFC og Jóhann KFC þetta er elitur nickname, þú veist. Þetta er alveg svolítið, þú veist, ég veit ekki, ekki svona, þetta er pingu svona salt í sárið, ef þeir eru að slátra manni, þá er það svona salt í sárið að maður þurfi eitthvað að segja, já, Jóhann KFC og Logi KFC voru bara eitthvað að rústa mér. Já, þú veist. Það er sárt fyrir hjartað. Já, það er, þú veist, maður lappar rauninni ennþá verra skapið frá þeim leik heldur en, þú veist, já. En kannski er þetta eitthvað svoleiðis. Já, transfitur í hjartað. En ef við hoppum yfir, ok, við erum satt, þú veist, FFA, þetta fyrsta Twerking Dragon, ég er alveg, og líka, en satt átjárinn, þú veist, ok, við erum... Twerking Dragon, einn upp í 17 maður tekið. Þú veist, þetta grínast það. Það er enginn bara að ljúga þig. Já. Ace-State. Það er enda pingu. Það er töffna. Það er mjög, og það er Ace í stóru, þannig að, þú veist, gaurinn er að fara að Ace-a, sko. Já. Og við sáum hann í myndbandur, já, flottu kall. Já, einmitt. CS2 is better, þetta er besta nickname sem hefur komið í kvöld. Þetta er hérna... Þetta stingur. Já. Þetta er... Já. Þetta er meira að segja stelpa sem að er sko hérna deildamistari í Valorant. Mér líkar mjög vel. Í bili. Já, í bili. Kannski þangað til á laugardaginn. Ágúst, getur verið betra. Kitty Casio, það er gott. Þetta er svo Casio reiknivélunar. Jú. Já, einmitt. Og og úrin. Já. Getur við gúst. Það er töff. Vero 999, aftur. 998 frá 1 og 998 var tekið, hann fór í Vero 999. En pæliði hvað hann er nálægt í að vera svona 1000 eins og við vorum að tala um að vera vandamál með Slipstream. Já. Þú veist, og bara one shot sko. Þú veist, come on bro, vertu Vero 1000. Já, þú veist, einmitt. Það er yfirleitt svona go to hlutriðin sko. Alltaf ná einhverju svona 1000 sko. Já, 1000 tímar og svo framvegis. 999. Ocean. Stefningin á 999. Já, Ocean. Þetta er nafn á CSGO leikmanni reyndar, hann er hættur í CS núna. Já, hann var þjálfari í Valorant líka. Já. Líka nafni á, hvað, 70% af plánundinni? Þú. Já, þannig að, já, þetta er góða punktur í hann. Hann er meira Nick-stíla, hann er meira Nick-stíla bara að sjá hann sjálfan heldur en hérna. Það hefur engin Nick-stíla meira en Ocean. Nákvæmlega, nefnum einhver heiti bara Universe eða eitthvað, skilur, þú veist. Það hlýtur á einhver. Já, hlýtur á einhver. Universe 1999. Já, einmitt, þannig að... Við erum bara tilbúin síðan að fara inn í, Valorant. Ég held að ég og Jón séum ekstra tilbúinir. Núna veit ég ekkert. Ég veit ekki möppin, ég veit valla byssurnar, en fáum við Vító. Ég meina, við sjáum að við byrjum allan í Lotus. Lotus er hérna, sem sagt... Nýjasta mappið. Nei, það er náttúrulega Sunsetin í rauð. Næst nýjasta. Hérna, það er með 3 bombsites. Þannig að það er svona skemmtilega öðruvísi. Það sem er líka skemmtilegt við Lotus er að hérna,
bæði sem sagt A og C megin á mappinu, það er alltaf bara geðveikt aggressively barist map control bara strax í byrjunarrándinu. Já. Eða svona að jafnaði. Þannig að ég held að þetta geti alveg verið mjög skemmtilegt map sko. Aksjón alveg frá byrjun. Það ætti að vera þannig og þú veist, sjáum til dæmis að FFA að fara í meira explosive line-up með Breach og Raze. Örugglega til þess að reyna að ná hröðu map control. Af hverju eru þeir explosive? Breach með, þú veist, utility, hans byggist rosalega mikið á svona að suppressa, þú veist, hina. Hann með smóka. Nei, hann er með stun. Flush. Og flush, ok. Já. Hröð. Og meðan Raze er bara, hún er bara explosive. Já, hún er bara með sprengjur, en hún er líka ein af 3 agentunum í leiknum sem er, þú veist, hröð. Getur farið hratt. Með því að nota svona litla sprengju til að skjóta sér áfram. Já, ok. Og þá í rauninni sko, oft er hugmyndin bak við þetta kombo, Raze og Breach komboið, er að út af því að Breach það líka að nota allt utility sitt í rauninni fyrir aðra sko. Þannig að þú veist, þú sendir Raze-in einhvern veginn á stað og Breach bara stendur hann einhvern stað bak við, bara skjóta utility-inu sinni bara fyrir hana, þú veist. Þannig að hún kemur bara eitthvað fljúandi inn og þú ert bara eitthvað staur blindaður út af því að þú veist, Breach-in flassaði fyrir og þetta er ekki svona hefðbundi flush eins og ég sé þess að sem að kastar heldur hann miðar á vegg og hinum með vegginn flassast þannig að þú getur í rauninni koordinata svona miklu dýpir flush einhvern veginn sko. Já. Hvort myndir þú segja að FFA eða FA séu með svona sigursælli kombo af agentum? Jón, viltu taka hennan? Já, þetta er meira hefðbundið hjá FFA, hefðbundið teamkamp, agentarnir sem eru spilaðir. En það sem FA er með Reynu sem karakter sem er bara carry. Bara getur hýlað sig sjálfan, komið sér úr erfiðum aðstæðum og hún drepur. Þannig ef hún er að hitta skotum, þá getur hún unnið leik. Það er svo stórt ef. Ég rakka niður alla sem velja Reynu í competitive play, alltaf sko. Já. Þetta er bara, þú veist, ef að þú hittir ekki skotunum, þá hefðurðu betur bara valið hvaða annan agent sem er sko. Það er þannig? Já, það er bara, það dependar alltaf því hún hittir skotunum sínum. Ef maður hittir ekki, þá er þetta versti karakter í leiknum. Ef maður hittir, þá er þetta eina besti. Af hverju er hún svona slæmur og hittir ekki skotunum? Út af því að hún getur ekki notað abilityin sinn nema hún náði að drepa eitthvað. Ok. Þannig að þetta er bara feast or famine agent. Já, síðan en samt, þú veist, FH er að byrja á vörn og eru með til dæmis Chamber sem er, þú veist, hann er ágætur að lótur, sko. Hann er með teleport, þannig að hann fær sem sagt, oft frían fyrsta fight, sko. Þú veist, hann í rauninni getur tekið skot og síðan bara láta sig hverfa, það er ekki hægt að treyta hann. Reyna svo sem líka er með þetta untradeability ef hún hitt, en hún þarf að hitta skotinu sinni til að gera það. Þannig að þetta verður, þú veist, ég held að muni bara koma rosa hratt í ljós hvort að FH sé að hitta skotunum sínum eða ekki. Ef þeir eru að hitta, þá er þetta bara mjög skemmtilegt komp sem getur virkað. Já. En ef ekki, þá eru FFA bara að fara að vinna á miklu bara svona einfaldari og heiðarlegri leik, sko. Strax frá byrjun. Já, fara þarna í áttina að A-inu, þú veist, þeim fóru bara hratt út til að taka þetta kontról. Hann flýgur Raze-inn. Strax kominn inn á sætið. Twerking Dragon með fyrsta killið. Herru, Storm er strax bara með 2 kill og svo þarna healer hún sig út af hún fekk kill. Og þá er hún allt í hennu komið fullan armor á Byron sem þú getur í rauninni annars ekki fengið. Vá, FH strax búinn að setja FFA í bara mjög þægilega stuð. Törna blassið. Blast hana frá loga. Já. Vá, CS2 bettir hérna með FFA eru bara að henda þessi rondi frá sér. Það eina sem þau þurftu að gera var að treyta. En Jóhann heldur þessu ennþá lifandi. Já, ég held samt að Becca sé að fara að taka þetta sko. Spikeinn var pirraður og... Veitu, var þetta ekki þá, CS2 bettir þá ekki með, var þetta 3 eða 4? 3. 3 hausar. Easy peasy. Bjargaði þessi rondi fyrir FFA. En já, það var samt 4v2 sko, þú veist, FH hefði bara þurft að treyta og það hefði þetta verið allt annað ránd sko. Það var fundið bara 2 skot í hausin á Stormi með fulla armorinn. Já, það er enda insane sko. Þetta er alveg lúmstórt kaup hjá FFA, 2 Guardian. Já, 2 Guardian, 1 Bulldog. Já, sjáu hvernig
það er greinilegt að þau eru með smá gameplan þarna á A-teikinu, sko. Þú fyrir eins og liðið hafi verið að æfa sig eitthvað allavega. Með allavega frá því sem við séð, bara A alveg á lockdown. Bara running gunnerinn A var að hlaða alltaf snemma. Hefði ekki þurft að hlaða, sko. En var kannski tilbúin að missa þessa byssu út eða það keypti einmitt Spectrinu sem var aðeins ódýrar heldur en hinna byssuna sem eru þarna. Jú, hann samt. Já, fastur með shorti. Smá fastur hann er ekki með neinar kúlur í headhunterið sinn. Þess að Timber er líka með eitt utility sem er bara degla, sko. Degla miklu meira accurate. Já, og one-shotar í haus sama hvað ranger. Það er ekki þannig í Valorant nefnilega þetta Serafin sem er basically deglan í Valorant. Já, einmitt. Ef maður er of langt í burtu þá gerir maður 145 af 150. Já, í haus. Þannig að í rauninni one-shotar ekki sama, þú veist, af hvaða velinn sem er, sko. En Þetta er geggjað, skil. Já, það spila líka lag, ef þú hlustar, ef við þegjum allir. Ó, dammit, þá er mitt þættun að skoða það, Yes, this should do. Geggjaðan hífu líka. Já. Með eldingar, eins og Þór. Það var þetta smætnýjur. Já. Hann er svo mikið troll, sko. Hér, ok, sjáum. Núna er það bara beint út C-ið. En sjáu til dæmis að FA, við erum með agenta sem að í rauninni, þú veist, maður á að reyna að taka early picks með þeim. Þau eru svolítið að gefa svo mikið control svo snemma. Síðustu bet er heldur áfram síðugöngu sinni. Já, lörkaði þarna á miðinni og fekk pick á B-inu. Greinilegt að síðustu playerarnir geta eitthvað í Valorant líka. Stormið tekur út einn allavega. Og þetta er bara, þú séu það eru 4 lifandir í FFA sem getur bara pikkað upp núna alla vandalana og fantomana, já. Núna getur bara allir fyrir að sóta sér, það er bara free upgrades. Economy í FFA er bara, verður crazy núna, sko. Nú var ég var að hlusta á viðtal í sambandi við CS hjá ykkur, að CS leikmennirnir séu góðir í Valorant líka. Ég var að hlusta á viðtal við, ég man ekki hvern, einhvern mjög góðan NA Valorant-spillara og var að tala að rosalega góður á controller eða eitthvað þannig. Já. Sem komið úr CS. Já, ég veit allavega að ég horfði, það var tímabil það sem Simpul fór að spila smá Valorant á streaminu sinu. Já. Hann var ekki góður í Valorant. Nei, hann er bara spilar ógeðslega mikið. Yes. Já, en ég hefði samt haldið að það er einn agent sem heitir KO og hann er sem sagt bara, hann er með grenu og flush sem virkar bara eins og grenurnar á flushin eða svona nokk eiginlega eins og bara grenurnar á flushin í CS. Já. Þannig að það var svolítið talað hann sem bara svona CS agentin, sko. Já. Og sér að þetta er veitu, wow, hitti þetta ekki? Hitti ekki fyrsta. Já. Það var notað svona utility til að reyna eitthvað svona, að kemur sprengja í gegnum vegginn og ætti að drepa þetta sem það hittir. En Viperinn þarna í FA bara hoppaði einhvern veginn í burtu og náði að lifa það af. Skemmtilegt. En við erum með Viper báðum megin, en við erum samt ekki búin að lenda í svona, þú veist, það er eitt vandamál við Valorant. Það stundum er ótrúlega erfitt að horfa á hann þegar það eru margir veggir og svona í gangi, sko. Já, þetta er yfirleitt bara fyrst veggurinn á að frá FFA meðan FA eru meðan bara ég heldur séu bara að vera færa Ágúst tekur út Basko. En ég hefði viljað sjá Tomma sjá ef að Pearl var í púlinu og bæði lið var að runna Viper Harbor. Já. Það var shit show, sko. Eru það að tala íslensku? Já. Það var svona eitt map sem var með eina rosalega langa línu. Já. Og þú sérði að bæði lið eru núna að runna Viper og hún setur niður svona vegg. Og það er annar agent í leiknum sem heitir Harbor sem getur líka sett niður vegg. Og það var svona tímabil sem á þessu mappi út af því að það var svo löng lína þá vildu bæði liðin vera með eins marga veggi og hægt er til þess að loka á allar sjónlínur. Já. Það var svo löngu velinn. Þannig að það voru stundu bara 4 veggir í einu og maður bara skildi. Með eitthvað frá Harbor. Já, einmitt.
Þú veist, og maður bara, það var actually bara erfitt að sjá hvað var í gangi, sko. FH voru að reyna í early pick þarna en það bregst búalistinn þarna. Það er eitt veggurinn. Herru, þetta er últið. Störblindur og skaut samt inn hurðina, það var alveg vel gert, sko. Náðu samt engu inn. Nei, en ítti þeim í burtu. Já. Og sjá Lurky á síðustu better. Vá, Basko meira að segja bara fattaði það, en vann ekki dúlið. Gott crosser placement þarna frá Twerking Dragon. Já, líka Loki KFC var með þú veist, var með Aris, maður labba svo hægt með hann, sko. Jú, hann tekur allavega 1 kill, en spurning hvort hann hefði ekki mátt bara spara hann á fyrir þetta, sko. Jú, nema hann sé þetta í últið. Það er spurning. Nei. Jú, 7-8. Já. En já, þú veist, Stormi, ég meina, tók 2 frögg í fyrsta rándi og síðan eru bara liðin, þú veist, liðin 4 ránd og ekkert að gerast, sko. 2 frögg, næstu 4 rándur, sko. Já, samt ekki langt að eftir restinni allavega af FFA-liðinu. Nei, það er svo satt. Ég sjá, þetta er ekkert rosalega, fór út fyrir teleportmyndið sitt og var bara fastur út á stönninu. Við sjáum að þetta er samt ekkert eitthvað rosalega þetta er ekkert flókin playbook hjá FFA, það er bara 4 á 1 side og Cypherinn að lurka, sko. Svo koma þær langoftast spækinu niður og er að vinna alla einfætana. Já, það er FFA, þú veist, það er eitthvað sem FFA þarf að taka til í defensinu sinni, þú veist, hvernig það taka mótið, sko. Og Logi KFC klötsaði þetta næstu bara með því að hætti ekki að hreyfa sig, sko. 6-0 fyrir FFA. Byrjar það ekki vel? Nei, þeir voru að spá sér ósigri í smá tíma í innslæðin okkar. Já. Líta vel út í FPS-leikinum. Já, en erum við ekki, þú veist, erum við ekki dett inn á aftur þetta territory að FH ættu bara að vera að henda sér í timeout, sko. Já. Jú. Þú veist, það er bara, það er eins og orðið timeout sé bara ekki til hjá þeim, sko. Nei, ekki eitt í CS nýja Valorant núna. Það er bara FFA, þú veist, til hvers að flækja hlutina. Þú heldur bara áfram að fara. Eru Stormi, loksins með nice frag og Basko. Það reyndar einhver að beila Basko út núna. Hann er á stað sem að bara brosa fastur á, sko. Og ég held að ég átti sig á því. Þegar hann er komin út. Það er últið frá Basko. Það er drepið. Já, ég held að hann hefði nú aldrei fengið mikið value út úr þessu últið, sko. Hann eiginlega notaði það bara til þess að fá info, sko. Náði samt ekki einhverju svakalega miklu info þarna. Var þetta spamma hann að kassa? Þú veist, jú, getið það, en ég held að vita hann sé inni hérna bakvið, sko. Hann er hann inni, sko. Skrítið að halda þessu önguli, þetta halda hurðinu vendan. Herru, Stormi með annað pick. Þetta er almennilegt, við þurfum að sjá meira svona, sko. Já, og það sem ég svo fyndi er að FFA eru bara alveg tilbúin að, þú veist, fara bara í hann einn í einu, sko. Jóhann mjög vel staðsettur hérna. Þetta er ekki lapp í gilduna. Gerði það. 30 sekundur eftir á klukkunni. Fær hérna info rotate-in. En að fá að sjá hvað er betri, einn CS2 player eða 3 Valorant players. Þetta er Valorant player. Reyndar, en það sem mér finnst líka pingu áhugavert er að FH hafi splittað svona rosalega mikið upp. Eina leiðin til að tapa þessu rándi er að treyta, sko. Eða treyta ekki. Heyrðu. Tekir í gegnum smókin. Fyrsta rándi fyrir FH komið. Já, meira svona. Bara Stormur, bara, þú veist, var ekkert að pæla í þessu. Bara fór og bara hausaði með Guardianinu. Já, ef Stormi heldur áfram, bara taka hausa. Já, og þú veist, það er ekkert ómögulegt. Og líka Chamberin, þú veist, þetta er í rauninni ætti bara að vera gameplanið þeirra, sko. Að senda bara, þú veist, bara fara og hausa með að nota utility sitt, sko. Sjá hvort þið getið endur tekið leikinn. Já. Tveir últjar á FFA, 2 á FH. Geta fengið fullt kaupina frá FH, en Logi ætlar ekki að kaupa fyrir KFC félagann sinn. Já, hann er að fara í últið.
Það fara í últið. Já, hlýtur, hann búinn að poppa. Já, hann búinn. Hann últið hjá championum. Já, það bara vappi nema með meira svona wall penetration. Léttar að skjóta gegn og ekki. Sýnist líka, sjáðu, núna er FA, það er bara aðeins byrja að taka eftir, bara heyrðu, það eru læti á C, þau eru alltaf bara 4 saman, þú veist, þannig að róta þetta bara, við erum ekkert að pæla í þessu. CS2 bet er tekin út á lörkinu. Já, en drífur sér síðan aðeins svo mikið, þetta er samt líka örugglega fyrsta rándið sem FFA fara sko 3 í rushið og 2 að lörkinu. Já. Það er galopið. Þannig að vappinn, já, það er alltaf að gerast í FH allt í einu, alltaf smelta saman. Erum með sprengina þann á jörðinni. Þetta skot mátt ekki geiga og þetta ekki heldur. Þetta gjörbreytir þessu rándi. Rótið er komið yfir á B-ið. Núna þurfum við að sjá, núna þurfum við að sjá Logaká sé flassa fyrir vin sinn. Ekki bara flassa út, bara til að flassa út einhvern veginn. Það þarf að vera almennilegt flass sem vinurinn gagnast af. Og þá er kannski eitthvað hægt. Rá líka ennþá með vegginn sinn. Getur ennþá nota hann til að isolata. Við ætlum bara að dræpa þetta út. Já. Og fara ekki einu sinni saman. RIP. Þetta er illa að spila. Já, þetta var ákveð klúður að fara bara svona í sikru lagi, sko. Vantaði líka flassið. Gríðarlega. Ég meina, við vorum með hellinga utility til að gera aðstæðurnar sér hliðhóllari, sko. Við vorum með vegginn til að isolata og 2 flush. Já. En Jóhann KFC hefur efna á vappa. Það keypti ekkert senast rándið, þannig að það er ennþá spurning. Ef hann hefði hitt þessu skotum, senast rándið, það hefði kannski verið allt annað. Náði fyrsta skotinu vel. Hann getur klárlega notað vappan. Ég er að tippa hérna á rétt. Við erum með hefur rótið yfir á A-ið akkurat núna. Já, það eru spilað með 3 hérna og 4. og 5. á leiðin yfir. Rá mætir samt hérna Ágúst og CS2 better. Já, þá er bara rótið þetta hann í gegn inn á B-ið og þeir eru mitt, þú veist. Herðu, Ágúst, hann hlýtur að vera stauraður. Auga var ennþá þarna, sko. Já. Bara vissi hvað myndi koma út. Já. Núna þurfum við að halda þessum vappa, sko. Viper-últið komið út. Já, við verðum að halda vappanum, sko. Það er bara ekkert annað í búði. Þetta er áhugavert. Herru, við vorum að tala um svona overplayers aðan út af því að hver var það sem var Björnin sem var að slátra hann í senasta leik, eða ekki? Jó. Björnsson. Nei, hvort var það? Björnin eða Björnsson? Nei, Björnsson. Já. Erum við að sjá einhvern svona overleikmann í þessum leik, eða? Já. Ekki beint. Ágúst er samt með, sko, þú veist, 5 í KD, sko. Já, en þetta er mjög jafnt samt. Það er smá bara aðdreikning sig. Spila rosalega mikið lörk, svona, ekkert það er alveg impact í því, en En það er einmitt við vorum að tala um ofurspilara og ég nefndi að ég lendi í einum í Valorant, en ég lendi sem sagt í því að það var einn sem var confident player, það var sem vorum að tala um á hann. Það var einhver gæi sem var bara svo ótrúlega confident á Omen. Það var alveg hræðilegt að spila mót hann. Það er bara í hverju einasta rándi og típiði hann bara í aggressive posu og bara hausaði allir. Og það var bara ekki hægt að díla við það, sko. Það getur alveg verið ótrúlega erfitt. Þeir eru judgeinn. Ég elska judge. Clear your angles, bro. Já. Ég hatar reyndar að spila á móti judge en ég elska þegar ég sé fólk verið dæmt, sko. Já. Þetta er besta pissan allavega fyrir verðið. Já. Það eru erfið staða fyrir FH. Það var retake. Ok, jafnað. 3-3. Eysteinn tekur aftur stormið út. Já, bara, þú veist, sjá þessa posu líka, þú veist, hann býður bara hann niður og vill bara fá fætt. Bara komið og fætti mig. 2-2 aftur. Herru, það ætla að reyna að ulta til að komast inn á í diffusi. Þau verða að stikka diffusi og rofsnitt og FF að veita. Vita ekki á Þetta var orðið of tæft, sko. Já. Þetta var ekki léleg hugmynd, en þetta var orðið ofsnitt, sko. Staðan 9-1 fyrir FFA. Spáðu einhver 13-1. Já.
geta lendað þannig. En þetta virðist, þú veist, FFA virðist bara vera með algjöra yfirhöndina í FPS-leikjum. Já. En samt rústu með miklu í Rocket League. Já, vissulega. Já. Ég veit ekki alveg hvort þetta getur kannski snúist við á vörn hérna á sóknum. Náttúrulega þegar maður er sókn á hérna þá stjórnar maður einhvern veginn miklu betur. Herru, Stormi með annað pick. Það er nákvæmlega sem FH þurfa. Já, alveg klárlega. Nákvæmlega eins og rándið sem er unnu endaði. Jú, það var Stormi taka 2 pick þannig. Já. Náttúrulega Breach vill komast inn á þeir. Náttúrulega með FH með yfirtölu. Ef þið gerir þetta rétt, þá er þetta alveg klárlega þeirra ránd, sko. Stormi er hérna í bak, því það er á honum. Herðu, geggja pikk á honum. Og núna þarf Rá bara að passa að vera ekki takin fight einn. Það er held ég lykilatriðið hérna. Veitu, skoti í bak. Kláraði skotin. Já, en Jóhann KFC kláraði þetta. Og FH kom með 2 ránd. Það er bara geggja. Þar fyrir FH er bara Stormi að taka 2. Við þyrftum svona eiginlega líka verið að sjá það hjá Jóhann KFC, þú veist, hann er með teleportið, hann þyrfti að vera að taka sér aggressive fights og sjá hvort hann finn ekki einhverja hausa líka, sko. Það er einhvern veginn ekki hægt að koma. Herru, það er dæla á Logi KFC. Já, Odin. Já. Ég er að reyna að skilja hvað ást að segja. Hann er með svona, hérna, svona stóra, þessa byssu. Með M249. Já, með 100 skotum og hérna... Já, mína byssu. Já. Og hérna, köllum þetta stundum dælunót og hún dælir út skotum. Hörru, kappar gegn. En Basko, þetta er svo mikið one and done staða, sko. Það er ekki hægt að spila hana svona, sko. Sér alltaf með þarna, vantaði allt. Já, bara Stormi og Jóhann voru annar staðar á mappinu. Rosalegt stönn. Predikta alveg að Logi hvað ég sé hana. Lifir enn. Já. Dælan getur verið rosalega ef maður miðað niður sæt, sko. Og núna er komið distraction. Þarna er hún. Já. Stormi er líka komið með... Herðu, Ágústa hitti vel í haus. Stormi tekur út 3 og núna er CS2 better 1 eftir... Jó. Stormi. Það er bara, þú veist, erum við ekki að sjá að bara rándið sem FH vinnur er þegar Stormi nær 2-3. Jú. Já, það er bara ekki flóknar en það. Það er win conditionið til að fá sigurinn rándurum. Það sé akkurat ástæðan af hverju hann ákvaði að velja Reynu. Já, til að vera pingu meira self-sufficient. Já. Mér líður samt eins og, þú veist, að ég veit ekki, þú verður samt að positive KD til að, þú veist, geta réttlæta Reynuna, sko. Þú veist, þarft að, annars getur þú bara að spila Jett og fengi, þú veist, meira value, sko, fyrir allt liðið. Já, nei, ok, kannski ekki Jett, en þú veist, jú, hann er að positive KD. Já, hann er positive KD, já, ok. Það má hann eiga þetta reyna pick. Og líka bara það, allt nema kannski 2-3 kills hafa verið mikil impact frags. Já, það er rétt. Hörru, sjáum hvað planið er hjá FA í attack. Mér sýnist þetta samt vera, þið ætlaði að láta Sky lurka. Þannig að þeir fara 4 í náttúruna. Þeir eru allavega að nota Gekko. Það er þarna gæðin sem er að henda drasslinn upp í loft á mig. Já. Hann getur hent svona drasl upp í loft sem er flass og hann getur sem tekið það upp aftur og nota aftur. Þannig að teknilega getur hann bara flassa endalaust inn í rondi svo lengi sem hann getur alltaf pikka upp dótið sitt aftur. Já, hann er mikið í endurnýtingu. Já. Þú veist, hann fæ bara 1 flass en ef hann tekur það upp þá getur hann alltaf notað aftur. Þannig heldur hann aftur á flassinu, þú veist, þótt hann hafi notað hann. Þannig kemur counterflass frá Omen á vörn. Sjáu líka rotate-in frá FFA er að koma inn. Það líður svolítið að tíman, sko. Halvt rándið er búið, sko. Eru ennþá samt leita einhverjum fyrir utan. Það er dreifið aftur úr vörninni með að vera róleg. Eru farnir yfir? Óbyrjótt með þess að frá sínu. Ætlar FA að kontakta bara inn á. Það er rétt play í þessum aðstæðum. Já, heyrðu. Þetta er skemmtilegt ránd. Ég fíl þetta. Stormi. Þetta hægri klikk maður. En Stormi komið með heali líka. Það er auðvitað stórt. Það er mjög stórt hérna. Síðustu betta er nær. Nei, heyrðu, Stormi fleygir í burtum þessum advantage sem að hafa með fyrir sitt lið. Hægri. Basko lifir enn. Ekki mikið lengur.
Þetta var ómöguleg staða, sko. Það var líka bara svo mikilvægt að CS:GO Better náði lörskutnum hana, championum. Já, líka Stormi mátti mjög lítið vera að píka hana. Já. Hann þurfti bara að bíða og halda einhver horni, spila í kringum tíman. Hann og liðið í heild. Herri, já. Vera langbesti leikmaður, sant, Stormi? Já. Já, alveg klárlega, sko. Men Kitty aftur komið með smá forskot á leaderboardinu í sínu liði. Sjáum að það er force á að minnstakosti einum hjá FH. Kaupa Spectre þarna. Já, kaupið þeirra er búið að vera mjög oft svona smá út allt. Já, það var það í síðastnum líka. Já. Rétt. Já, það er rétt. Og hvað eru greinilega treyst á að FFA ætla að pusha. Það er náttúrulega ólíklegt í anti-Igor-rondi, sko. Samt eru í mjög forward position á A-inu. Já, það er enda rétt. Jú, getur svo sem vel byrja að laga starinn, sko. Langt í rótið líka, þeir eru bara 2 á B og þurfa að halda þessu. Rótið kemur yfir núna. Hefur svona crossfire einhvern tíma virkað? Ég sé þess myndi ekki virka, þá myndir bara skjóta vindinn, sko. Já. En Æ, það hlýtur að hafa virkað einhvern mann. Kannski 1 af hverjum 5 skiptum. Spammaði í gegn. Vita þá að Gita Casio. Það í gildruna. Herru, Spectra skila sig 1 killi. CS:GO Better bara með Þriðja. Og núna er Jóhann KFC einn eftir með 5 í lífi. Hægri klikki í maður. Herðu, það er bara FH má ekki tapa 1 rondi í viðbót og þá er þetta bara komið yfir í bara matchpoint. Já, matchpoint og besta sem geta óska eftir er overtime. En þau eiga kaup, nema auðvitað náttúrulega Logi KFC sem að splast í Spectre í senstróti. FH eru samt núna líka búin að ná 3 fleiri rounds heldur en í seinasta leiknum sem þau kepptu í Való. Það er enda satt, þetta er allt upp á við, sko. 13-0 seinast. Það bæti sig. Aggressive take-ið þarna hjá Defense á A og sáu að þetta lit Chamberin bara TP strax í burtu. Ætli CS:GO Better kíkja eitthvað þarna út og verið pekkuð. Það er spurning. Það er eitthvað. Ég er hræddur að FH séu pingur hrædd. Sjáðu þetta. Þau vita að þau eru með betri byssur. Og þau eru bara ennþá bara basically spawninu sínu, sko. Flassið tekið út. Skrítið að Reynan hafi ekki flassað út undan sér samt. Bara dræpíkaði hennar smók. Hvorki Reyna né Sky. Já. Það var bara sendt flassið sem að hægt að drepa. Kitty með annað kill. En Logi. Tekur þú hérna? Aresinn að koma inn strong, sko. Og skiptir henni út fyrir Spectre. Allar góðu byssunar eru í hináttina. Þannig að 3-5 hjá FH. Já, og FH ættu ennþá að vera með betri byssur. Þannig að sjáum hvernig rætist úr þessu. Working Dragon, maður þetta. Heyrðu! Ég trú ekki að var hann kappaði bara í gegnum, þú veist, gólfið eða? Hver er ástæðan fyrir að gefa svolítið auðveldlega plassi inn á sætinu? Ætlaði að stikka. Herru, flott. Þetta var ekki ekki að FH. Flott rándana. Já, núna eru þessi 4 ránd, það eru strax komin herra heldur en þau voru í bara bæði CS og Valorant, eða ekki? Jú. Þetta er leikir sem við að tekja mot FH. Það er okkur þannig og FH er vonandi ekki ná að byggja á þessu. FH reyndi þannig í aggressive pushið. Heppnaðist ekki. Það virkaði til að byrja með en síðan mætti Logi. Já, mætti Logi með Aresinn. En það var samt líka, þá voru, í senasta rándi voru FF náttúrulega með lillir í byssunar, sko. Þannig að, en það fyndi hvernig þetta virkaði, það dóu 3 í þessu rándi hjá FF, en samt eru allir með byssu núna.
Þannig að það var einhvern veginn. Heyrðu vá, það er bara keyrsla, flassið, hreinsað, Storm með fallinn. Þá er þetta orðið ansið, þetta er brekka. Úff. Enginn að spila anti-flash þarna. Já, nei. Eistinn byrja bara að pikka og fausa Logi. Tekur út einu hausina, en hittir senasta round. Já. Bregst bólistinn og FFA komnir í 12. Þetta var mun aggressívara push og þetta virkaði eins og í sögu. Er þau ekki að fara að gera þetta aftur bara? Þú veist, er einhver ástæði til að gera eitthvað annað heldur en bara nákvæmlega þetta round aftur fyrir FFA? FH eru ekki að spila anti-flash og vera með breachinn þarna. Það er mjög hættulegt. Mun verið byssu líka á... Já, ég er að segja það, bara það er... Ef þetta virkaði svona vel í seinasta roundi, þá hlýtur þetta að virka ennþá betur núna. Judgeinn á Jóhannes. Reyndar. Það er ekki einhvern sem við mögum gleyma. Já, kannski er eitthvað PTSD hjá FFA sem að hægir á þeim. Já, jú. Herru, nei, þarna, þau keyra bara í staðinn fyrir að nota flussin og notaði bara breach-ulti. FFA eru komin svona framlega, þau eru bara endur að taka sama round. Herru, Storm með og með dismissið. Herru, og Jóhann er beint út með judgeinn. Dæmir CS, 2 better. Herru, FFA eru bara, nei FH eru bara, gengur ótrúlega vel í þessu roundi. Gott trade. Mjög gott trade þarna hjá Loga og hendi spækir niður. Jóhann kominn inn í spánið þeirra. Með judgeinn. Hvaða leið fór hann? Það er spurning. Við hafa samt enga hugmynd greinilega það hver Twerking Dragon er. Twerking Dragon gæti reynt hérna. Úff! Þetta var skemmtilegt flikk. En núna hljótaði átt að segja því að það er bara, þú veist, þið verða bara að treyta. Bara svinga saman. Spila flassinni hjá Sky. Ja. Þessi judge, sko. Mjög vel gert í FH. Ég meina, þú veist, FFA reyndu bara aftur þess að bara, heyrðu, við bara alveg svo ég var að tala þetta ætti ekki að geta klikkað, keyrum bara aftur inn á spáni. Nefnum það bara klikkaði. Stormi bara náði pikki og dismiss og það bara... Já, og Jóhann með geggja endriðana. Já, þetta... hoppaði bara í gegn með judge, sko. Æ. Það var ekki flækjandi með Nei, það er enda satt. Það er enda alveg satt, sko. Hvað ætlaði FFA að gera núna? Ég breyta ekki til. Herðu! Jóhann flottur að þig, ætlaði bara beint í píkið hérna. Já. Greinilega komin í gott skap hérna eftir seinasta rondið. Já. Spamma klíra út frontið á Já, þess að FFA þora ekki að rotata eitthvað allt úr hratt, sko, núna. Spurning hvort þeir vilja sprengja inn hérna eða reyna að ná einhverju lurki mögulega. Þetta minnst það bara mjög svona balanced hjá FFA. Það er bara með, þú veist, heyra eiginlega öll hljóðin á C, þannig að þau eru 3 á C. Já. Og þau eru náttúrulega með þessu framalegt hold hann á A-inu. Með gott info, hann er að sjá að breachin er á jump píka. Sittur þarna og hoppar. Já. Allt info í heiminum. Missir þetta af Loga KFC, en hann sér að Stormi. Þannig að, ég þetta flass. CS2 better, bjargaði mér. Ágúst hendur í Omen-ulti. Það er náttúrulega núna svo lítill tíma eftir. Núna vita þetta er A. Þú veist, núna er ekki lengur einn spurningamerki. Það er bara, herri. Það er keyrsla A og það er 20 sekúndur eftir. Þetta hlýtur að vera A. En FFA eru tilbúin að hleypa en basically bara inn á, sko. Það ætla að taka retakið. Já. 10 seconds left. Ætla bara 5 saman í retakið. Spike planted. Ágúst er sko ekki hræddur við neitt. Hleypur bara þarna, kemur í baki á 2 út af að býst engi við því. Síðastu better með einhvern í bak. Herru, þetta er bara, erum við að tala um að þetta sé bara 5v5 retake í þessi. Herðu! Eða hvað, Jóhann ennþá lífi. Jóhann? Nei, ekki alveg nóg. Sko, ok, þessi keyrsla á Jóhann, hann alveg undir lokin. Lét mig bara í alvörunni vona í smá stund að FFA myndi bara hætta að diffjúsa bara til að sjá hversu vel hún myndi ganga. Ég held Jóhann að vera að spila svona frá byrjun. Ég held að vera allt öðruvísi. Þetta var skemmtilegt loka round, sko. Já, og já, þeir komu þarna örlítið tilbaka í Valorant, en
voru bakari CS og Valorant var ekki eitthvað rosalega mikið í hættu fyrir FFA. Nei, ég held að sé ekkert þetta segja það sko. Það er bara, þetta var frekar solid leikur í FFA. Bara, þú veist, ég held líka til dæmis eins og þetta rándarna þeir rushuðu spawn og síðan gerðu það aftur og töpuðu því rándi. Þú veist, ég meina, þetta er þú værir ekkert að spila svona ef þú heldur ekki og þú værir að fara að vinna eða þú veist, eða skilur þú veist, þetta er confidence bara við veitum að við erum að fara að vinna leik þannig að við getum alveg eins bara að fara að keyra og klára hraðar, þú veist, eða þannig. Já, vissulega. En þetta beit alltaf rassin og þurfti að byrja að spila smá default og hérna rotate heavy til að klára leikin en klára hann. Hvernig viljum við reyta þennan leik? Hvort liðið var svona, mér fannst nú taktar í FA á tímabili? Sko, mér fannst, þú veist, rándin sem að Stormi poppaði off voru skemmtilega ránd, sko. Og þau voru alveg 5-6 eða eitthvað, þú veist, það var alveg, þú veist, mér þótti það mjög skemmtilegt, sko. Síðan Jóhann KFC. Það er uppáhaldsleikmaður minn frá þessum leik. Reyndar þessi judge, þú veist, þessi 2 eða eitthvað ránd sem að hafa með judgein voru rosa skemmtileg. Og síðan líka að sjá dæluna poppa off, það var ekki Logi KFC sem tók dæluna. Jú, KFC-lið, Þannig ég myndi alveg klárlega, þú veist, ég veit ekki, á sömu forsendum og ég gaf Rocket League 5 í einhvern, myndi ég gefa þessu leik 5 í einhvern. Þetta var stórskemmtilegt. Já, ef þetta eru, þú veist, ef þetta eru forsendum sem ég er búinn að runna með í gegnum þessa stigagjöf og leikjum, þá myndi ég gefa þessum 5. Já, líka. Það var allavega hingað til besti leikurinn, mínum að þið. Já, tölum við kannski sem Valorant menn. Já, en þetta var svona mest jafni leikurinn samt. Já, jú, ég myndi segja það líka. Ég skal bakka það alveg 100% upp að þessi leikur var svona, bæði liðin voru augljóslega á örlítið jafnari grundvelli heldur en í CS2 og í Rocket League og svona gátu bitið aðeins frá sér en betra FPS-liðið, sigraði hérna í kvöld og FFA, óskum þeim til hamingju. Þeir ætti að vera komin þá í 4. úrslitin á móti tækniskólanum og við kannski fáum bara bracketinn upp og sjáum hvernig hann lítur út akkurat núna og hann er að sjálfsögðu uppfærður. Tækniskólinn og FFA mætast 3. apríl. Það er samt brekka maður tækniskólinn. Já, en þetta er alvöru viður. Já, þetta er ekta dæmi sem verður í gangi hérna 3. apríl, sko. Höfum séð þessa viðuregn nokkru sinnum áður í Frís. Já, og ef maður ætti að giska svona miða við, þú veist, stigagjöfina, þá er síðan líka með 10. apríl hugsanlega að fara að vera FSU versus FG, þannig að bara fjagrilega úrslitin eru bara fara, undanúrslitin eru að fara stacked, sko. Já. Það er bara að fara að gegja, sko. Ekki missa af því, en 20. mars þá er náttúrulega næsta viðureign sem er að fara að eiga sér stað. Það er bara núna í næstu viku og hérna, ég veist að einhver af okkur verður viðstaddir hérna í settinu, en við náðum að leysa þetta af strákar. Já, bara áhorfendur fá þessa glóríu bara einu sinni, því miður, það er, þú veist. Já, ég meina, eigum við að starta einhverju petition eða eitthvað? Nei, við skulum ekkert vera því, en frábær viðureign og við óskum þarna bara FFA til hamingju með sigurinn í kvöld. Ég var ekki búinn að gleyma því, ég var bara undirbúið hvernig ég ætlaði að kveðja. Ég var að præma kveðjuna. Óskuðum til hamingju með sigurinn í kvöld og mæta erfiðu liði tækniskólanum í 4. úrslitum, en takk fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur á miðvikudaginn.